komiði marg sæl og blessuð. Það er mánudagur og það þýr bara elskundöldinni byrjuð. Það er svolítið skrítið fyrirkomulag í dag. Já, skrítið og ekki skrítið. Ég er náttúrulega vanur því að standa hérna með þér og Ólafi og fleirum. Já, ég er að tala meira því að Óli er að leysa mig. Nei, ég er að leysa Ólaf. Já. Og þú ert náttúrulega að leysa mig af. Nákvæmlega. Þetta er pínu skrítið. Já, ég meina að þú veist, elko-deildin náttúrulega bara heldur áfram. Já, svolítið. Á fullu. Þetta er nú ekki fallegu mánudagur, sko. Hvað segirðu? Þetta er nú ekki fallegu mánudagur. Nei, það er rigning og það er rok og fleira, sko. Gerðu eitthvað helgina? Já, ég var að pröfukeyra bíl. Helgina? Já. Ekki appelsínugul viðvörun og bara, Wrath of þú veist, alltaf gaman að pröfukeyra góða bíla, sko. Hvað aftur að pröfukeyra? Ég var að pröfukeyra Tesla. Ok. Og svo fór ég í bara svona slökun og sánu og svona. Já, nice. En þú? Ekki neitt, ég var bara snjóaður inni. Þú var snjóaður inni? Já, þetta var bara þetta var Wrath of God að núti. Appelsínugul viðvörun. Já, maður. Sko, við erum alltaf náttúrulega með að auka áhorfandafjöldan og láta fólk vita að horfa á svona. Já. Ég var að segja pappa gamla stillinn. Ok. Hann stórt sjátt á hann, gamla. Já, ég byrði að heilsa. Það ekki? Hann náttúrulega er Rúnar og við erum báðir Rúnarsson, þannig að... Já, við erum náttúrulega bræður, það ekki? Já, við erum bræður, sko. Þannig að þetta er náttúrulega pappi þinn líka, sko. Já. Þannig að, en gaman að því, bara ekki með vita því. Nei. Já, Tesla. Já. Sko... Fannstu einn á 75 skallega? Sko, ein Model 3 er mjög góð, en Ypsilon er hærri upp, þannig að ég fer í það. Okay. Mars 26. Mars 26? Já. Alright. Þannig að fylgist með. En talandi samt vont veður og leiðindi, þá erum við náttúrulega í Fortnite og það er náttúrulega stormurinn. Stormurinn, jú. Heldur betur. Horfður á síðasta mánudag? Sko, nei, ég var að gera eitthvað annað þá. En ég, þú veist, sá okkur highlights og okkur klippur og þú veist, mér finnst gaman að sjá mig fyrsta sætið. Þú veist, að þetta er svolítið spennandi, en fyrsta sætið er náttúrulega bara... Það er bara komið. Það er bara komið, sko. Þú veist, svíin eru bara þannig og... Já, klálega. Ef við kannski bara fáum að sjá bara úr, að ég vil meina að þetta seinni leikur mánudagskvöldsins hafi verið besti Fortnite leikur sem hefur spilað á Íslandi. Það er málið. Ég þarf að fara bara að horfa tilbaka á Twitch og eitthvað. Hands down besti leikur sem hefur spilað á Íslandi. Einmitt. Það voru held ég bara 35 í endgameinu, sko. Það er rosalega. Væntanlega þá Denas og félagar, sko. Já, unni báða minni mig. Vá. Þessi drengir, þeir hætta ekki að bara sigra, sko. Nei, ég vil meina að þetta sé mest dominant íþróttalið í sinni íþrótt á Íslandi. Erum við að tala um það að Denas 13 sem að sigraði elko-deildina 2024 með 13 stigum sé bara að fara að sigra elko-deildina núna í dúos með margra stiga mun. Það er komið, eiginlega. Það er ekki hægt að ná þeim, sko. Nei, þetta er sko, og svo er alltaf bara baráttum annað og þriðja sæti. Hún er eins og það jöfn, ef við kannski fáum bara stigatöfluna upp, þá getum við kíkt á það. Sko, fyrsta sæti náttúrulega, 65.000. Já. Annað sæti, 25.000, þriðja sæti 15 skall, þú veist, 65.000, það er þetta, þú veist, fá sér fullt af pítsum og bara fjárfest í Bitcoin, ég veit ekki hvað. En sko, ég var náttúrulega Lisa Rigg hérna á laugardeginum, með honum Binna, og hann sagði sko, þetta snýst ekki bara um peningan, þetta er líka heiðurinn. Klálega, ég finna að þetta er alltaf ákveðið montvelur líka í þessu. Já. Sérstaklega eins og fyrir Dena, þannig að við erum búin að vinna núna við erum búin að halda 2 keppnir núna. Búin að vinna það báðar. Já. Hann var eitthvað í topp 5 að minnst í Rigg-mótinu sem að Kristó sigraði. Já. Það var skemmtilegt mót af því að sko með Zone Wars, þú veist, þá ertu með svona mikið aksjón, 10 leikir, bara 6 mínútur hver leikur. Aksjón allan tíman. Algjörlega. Persónulega fíla ekki að spila Zone Wars, en að horfa á þetta, sérstaklega með svona góðum spilurum, það var actually mjög gaman, sko. Já, ok. Ég pröfa að spila með þeim öllum að Zone Wars. Já. Ég og Gunnar. Já. Mér langaði bara að gráta, sko. Þetta er nefnilega, þetta er svolítið öðruvísi fyrirkomulag, sko. Nei, þeir eru bara miklu betur en ég. Þú byrja með 500 mats, byrja með vopnin, skilur, en það sem er líka gaman er lorið, þú veist, að horfa fólk lenda, horfa fólk lúta. Okkurlega. Þannig að við erum að fara í það núna eftir smá. Allavega, þá erum við hérna með stigatöfluna og þó að keppnin fyrsta sæti er nú bara nokkuð komin. Já. Það er bara nokkuð ljóst. 258 stig hjá Denas 13 á Jensínu. Já, þetta er rosalegt, sko. 65 fellur. Já. En keppnin annað sæti hins vegar, það eru bara 2 stig þar á milli, það er hæglega hægt að fara úr 7. sæti og yfir í annað sæti bara í kvöld, sko. Við sjáum það. Bara auðveldlega, sko. Já. Talanum við ef að því að ég sá Denas og 13 og Jensína síðasta leik, þeir eru bara farin að leika sér. Já. Þeir eru bara farin að vera aggressífir sem er ekki þeim líkt. Nei, í móta og svona. Aggressífir
allan leikina, báða sko í síðasta mánudag. Einmitt. Og þú veist, eins og við sjáum, þú veist, þetta eru mikið efnilegum og sterkum spilurum, ég meina Kristó með Setu, Sól og Gabbi, Falcon Emil var mjög sterkur á rigg sko. Hann er bara búinn að vera sterkur bara í Sól og líka. Gugu sem er náttúrulega Lester og þú veist, þetta er allt spennandi leikmenn sko. Ég held líka þeir koma á móts einhvern annan svo ógeðslega vel af því að, þú veist, Emil er svo hlédrægur og þú veist, náði vel í Sól og spara á stigagjöf sko. Emmett. Á meðan Lester náði öllum sínum stigum bara að vera að keyra. Algjörlega, við getum líka alveg séð það að þú veist, þetta eru topp 20 Fortnite-spilarar á Íslandi. Klálega. Þannig að... Klálega. En það kemur líka svolítið kvöldi í kvöld. Hver er í topp 20? Allavega í Duos. Þegar þú veist, það er stutt á milli 16. yfir í 10. líka sko. En talandi um Duos, það er að fara að hefjast Trios. Þetta er alltaf lokakvöld í Duos, þannig að bara eftir viku. Eftir viku er Trios að hefjast og ef þið eru ekki búin að skrá ykkur þá bara endilega nýtið tækifæri að skrá ykkur. Þá að vera einn í tikkarnum fyrir neðan. Já, ég vil meina að það sé skemmtilegasta formáti til þess að keppa í. Frekari squads? Miklu. Squads er of mikið sko. Og Duos er svolítið lítið, squads svolítið mikið. Duos er fínt, rosa gott, en Trios er bara langskemmtilegast. Já. Af því að ég tala alltaf að ef þú búin að missa liðsfélaginn í Duos, 2 á móti 1, það er brekka sko. Nei. Það er mikil brekka, en 3 á móti 2, það er bara húll. Já, líka sko, ef þú ert með NPC með þér, ég minnist alltaf á þessu NPC sem þú getur ráðið NPCs, fyrir 250 gull. Já. Eins og hann Patrik segir, hann er NPC. Ég ætla að segja að þú sett NPC sko. Lag ársins 2024. Já. Það var kosið það af íslenskum texta og fleiri spekulaturum í tónlist af NPC var lag ársins. Já, ok. En talandi um NPC eða ekki, þá erum við að fara að fá sterkan leikmann til okkar. Já, við erum að kynna hann alls engin NPC. Við erum að fara að fá hann í spjall Já, við ætlum að kynna nokkra leikmenn fyrst og svo algjörlega til okkar. Algjörlega. Við fáum það upp, eða finnur þetta. Finni, okkar maður á tökkunum. Já. Hann er sjóðheitur á tökkunum, hann er bara á fullu bara. Já, mér sýnist bara ekki. Nei, hann hefur sofnað við takkaborðið. Já, loksins. Við erum með spilafíklar, Flóki, Bling og Arnar. Þeir hafa látið lítið fyrir sér fara svo sem sko. Emitt. Sko, Rafik, er það ekki liðið Keflavík? Heldur betur. Það sem að hann okkar maður var að þjálfa. Já. Það er HBA Breki og Steffen Baha. Já, þeir eru líka búin að vera virkilega sterkir núna. Svo Pickle Rick, Endurlega Frost, Pickle Rick MF. Skemmtilegt nafn. Já. Lester X Emil, það er náttúrulega... Þetta er náttúrulega lefn sem við þekkjum. Emil og Lester. Emil sko, já. Geiturnar. Já. Ekki sé mikið af þeim heldur. Nei. Þeir eru í 10. sæti. Nú vera flottir. Erum ekki með nafn, það er mjög vinsælt nafn í þessu. Já. Það er Skúli og Arnór. Og svo ekki með nafnið mitt, það er Kristó og Dr. Hákon. Dr. Hákon sigraði mitt sóttkvíbikarinn sem að Æskold var með í Fortnite 2020. 2020? Já. Þannig að hann er búinn að vera lengi í leiknum. Já. 5 ár. Eins og örugglega flestir sko. Já. Svo er enn eitt ekki með nafn, það er hann Antoni og Snægi. Og svo F-áingar, það er Því og Stöffi og Playboy Nökkvi. Talandi um F-áingarna, þá erum við með einn hjá okkur. Komdu og sæll og blessaður. Þetta er að spila ég að reyna í kvöldu? Já, tala minn bilaðist. Nú, já. Hvað kom fyrir? Bara frosnaði og virkaði ekkert. Ok. Hvað standið í dildinni núna, mástu það? Erum í 13. 14. Ok. Ég manna ekki nákvæmlega en... Það er möguleik að komast í topp 10 sko. Jú, já. Hvert svona stefnið þið núna? Sko... Eftir kvöldu í kvöldu er þetta búið. Hvað er svona myndi... Þetta er síðast Duos, já. Ok. Sko, ætlum að reyna náttúrulega að ná topp 10, annars, meina það sem gerist. Já, klálega. Er þetta eitthvað ákveðið leikplan til þess að ná því, eða? Já. Bara haldið ykkar? Við ætlum að, það sem við erum búin að vera að gera er lenda á Hopeful. Já. Og rössa síðan niður að 2 eyjunum. Ok. Þar sem að Skipity og, FH Skipity og Brimir lenda. Já. Hvernig er það núna að vera að keppa í móti þá
liðsfélag, hún með hennar sama lendingarspotti basically sko. Nákvæmlega. Þetta bara, við vitum, ég og Nökkvi að við erum betri. Þannig við vitum að þetta bara 3 points, skilur við. Orð sko. En hvernig, þú ert náttúrulega að æfa með FH, það ekki rafíþróttum? Jú. Eru þá upp í Kaplakrika eða hvað? Nei, við æfum upp í Núskólanum. Hvað segirðu? Núskólinn. Þar sem að Krónan og þar var. Einmitt, já, Við æfum þar. Frábært. Og eru æfingar 2 í viku eða? Já. Þið hljótið þá að vera líka með svona uppbytun og hreyfingu og svona? Já, við erum með hreyfingu og förum eftir aimlabs og creative map og eitthvað. Finnst þér ekki, hreyfingin hjálpa til við að koma sér í alveg eins og til dæmis hann þú kannast örugglega við Denas, hann syndir svolítið mikið fyrir mótin sko eins og utanfóttum, þannig að Gunnar pröfaði þetta núna, ég sá hann að skokka eins fyrir og hún gekk miklu betur sko. Þetta hjálpar alveg nær bara að blóða upp í heilan og hugsar miklu betur og fókusar miklu betur. Ertu búin að vera að spila Fortnite lengi eða? Síðan Season 3. Season 3, það er ekkert 2019. Eitthvað svoleiðis, já. En síðan tók ég alveg allt seasonið með Max. Ég bara hætti þar. Já, eins og flestir. Já, síðan hætti ég líka í Primal season. Mér finnst það ógeðslega leiðilegt. Það er mjög leiðilegt season. Það var leiðilegt að smíða byssuna. Fórstu að spila eitthvað annað með hann? Nei, ég bara úti og í skólanum og þá er ein svona, ég ætla ekki að segja loka spurning, en svona burning question. Jó. Eru þið félagarnir að fara að taka þátt í tríós og eru þið komið með 3 mann? Við ætlum ekki að spila tríó, nei. Þið ætlum ekki að spila tríó? Ég og Markus og Sajax. Þú ætlum að spila ykkur? Já. Við ætlum bara að taka duos og ég, Markus og Sajax erum búin að vera í FNCS saman. FNCS? Já. Þannig að þið eru að fara að fókusa svolítið á það? Já. Ok. Frábært. Og eins og ég segi, þeir eru mjög góðir og við erum búin að vera að spila mjög vel saman. Ég, Markus og Sajax. Einmitt. Þannig að ertu búin að læra mikið af Elko-deildinni og hvað er svona key points eða lokaorð af því? Meina Kristó náttúrulega bara, hann er góður, Denas er mjög góður. Bara halda áfram, skilur við. Ég meina að þú kannski er eitt leikinn en er kannski að vinna næsta. Nákvæmlega. Það sem gerist. Nákvæmlega. Þú ætlum að leiða reynd og búa þig. Yes, takk hjá. Takk fyrir spjallu, vinur. Yes. Góðan gefið, vinur. Frábært að fá svona leikmann í settið. Takk ekki það. Það bara gerir þetta skemmtilegt. Já, hann talar mikið um hreyfingu. Já, líkamlega dóti, sko. Já. Ég var náttúrulega, hefur minnst á það áður, ég var að þjálfa hjá Fylki í rafíþróttum, sem er náttúrulega í Árbænum og svona. Já. Það var í gegnum hann Aron, sem að nafnið þinn. Já. Aron Ólafs, mikil svona rafíþróttageit sko. Aron Ólafs? Já, mikil rafíþróttageit, hann Aron. Ég er að vinna með hann. Ha? Já. Er það málið? Já, ég... Erum við að tala um sama gæja? Já, það hlýtur að vera. Hvað er gamall? Hann er svona milli 30 og... Já, klálega sko. Er það ekki? Svona svart hár, flotta klippingu, brosmildur, hlær mikið. Já. Stórt shoutout á Aron Ólafs. Það eru nokkrar af þessum rafíþróttageitum sko. Já, við setjum hlið við hlið, sko. Það var ekki hug. Og þið var aldrei talað um það að hann var mér inn í Fylki, sko. Ég var bara einn daginn, við vorum að prófa lasertag með Óla í Game TV. Já. Ætlaðum að gera eitthvað auglýsingu fyrir það. Svo allt í hennu er Aron Ólafs, ég og Ingi Bauer og eitthvað úr lasertaginu. Já, ég er 99% sem tala um sama gæjan. Og ég segi bara við hann, herru, vantaði farheim? Og hann bara, ekkert mál. Þú veist, stundum getur borgað sig að gefa fólki farheim og hann bara, Ég er ekki í símanum til að gera eitthvað annað, ég þarf að komast að þessu, sko. Já, og hann segir, þú veist, ég segi bara já, hann segir, ef að koma upp í Fylki og ég bara, já, ekkert mál. Og við gerum það og bara, og þú veist, og hann sýnir mér aðstöðunni á Fylki, þú veist, það voru 8. Er þú að tala um þennan hérna? Ég er að tala um þennan. Ég er ekki að tala um hann. Þú ert ekki að tala um hann? Já, það er ekki sami. Nei. Og ég sá aðstöðunni í Fylki og ég sagði við hann, vantar ekki Fortnite þjálfara? Tekkaðu á mér. Já, ok. Og svo bara, þú veist, sagði þetta bara í djóki. Svo liður bara 1 mánuður, kannski 2 eða eitthvað. Svo hringir hann í mig og segir, herru, við erum búin að fylla skráninguna, ertu ekki klárið að vera Fortnite-þjálfari? Já, þetta er maður þarf að passa sig, sko. Já. Ég sagði já í djóki við þessu líka. Og hér er ég. Hér er þú. Þannig að, sko, boðskapur sögunar er bara, þú veist, rafíþróttir, saman sem tækifæri. Klálega. Tengslanettið og bara spjallið og fólki sem að kynnist. Nákvæmlega. Þannig að, já. Talandi um síðustu viku, ég vil meina að þetta sé einmitt bara hands down besti Fortnite-leikur sem við séð hérna á Íslandi. Ok.
35 bara í endanum. Já, mér minnir að það hefði verið eitthvað sviputala og það var eiginlega bara erfitt að fylgjast með því, þetta er svo mikið sko. En ég væri til í ef að framleiðslutími getur hent upp í endursýningu fyrir okkur. Já. Ég væri til að sýna þér þetta. Ég væri til að sjá þetta. Já. Þá get ég sagt svona... Þetta var rosalegt sko. Var eitthvað heal-offs eða? Nei, nefnilega ekki. Ok. Það voru bara 35 genuinely inn í zóni. Sko, það var að koma nýtt update í Fortnite. Það er komið vist chapter 2 í OG Fortnite. Já. Þú veist, er eitthvað byssur okkur svona sem þú bætast við sem þú kannski manst eftir eða... Og ég verði náttúrulega að vera fullkomnar hreinskilinn en ég er lítið búinn að spila. Lítið búinn að spila? Ég hef öðrum hlutverkum að sinna líka. Ég skil það mjög vel sko. Þannig að ég eiginlega get ekki rætt það. Nei. Það er alveg komið, þetta er fyrsti leikurinn. Smeldis, byrjum þar. Ok. Hvaða? Þannig mitt fyrsti slagur. Já, hann er Lára HP. Já, lítið fyrir hann að gera þarna. Já. Þessi hérna gæi. Dennis. Hann var keyrandi allan tíman. Það er honum líkt. Ekki svona sko. Nei. Þeir félagarnir hana. Þannig er Kristómi Setu og Dr. Hákon með splössin. Sjáum hann Emil taka út bröð og hvað, Emil líka eða? Gott ef ekki rétt sko. Já, tekur þú út Emil hérna með með sjálf, hann skipti yfir í... Hann náði ekki að hérna reloada, hann átti okkur sverði. Já, mjög gott. Hældi samt líka að vera það rólir að bara fatta það að púli sverði og... Sáum til dæmis FH hérna Skipiti, hann notaði sverði grimt sko. Ekki undir svona pressu samt sko, ég hefði bara gleymt sverðinu ef ég var í þess aðstöðu og fengi að finna fyrir því. Kristómi Setu þarna með 2 fellur, 21 leikmenn eftir þegar við vorum að skoða þetta. Nei, heyrðu! Vinur okkar. Okkar maður. Tekur út Kófer. Kófer hann var MVP í síðustu viku. Það er málið? Já, hann gaf flestu stígin. Leikfélaginn hans Gunsa? Já, hann var verðmæðastur leikmaðurinn því hann gaf flestu stígin. Já. Gunnar var alltaf að ressa hann og svo Já. Þannig að þeir eru hættir að deyja og spón eða? Já. Sjáum hvað gerir samt bara núna. Þeir tekur Kristómi Setu út þennast 13. Herði já, það var hérna Kristó sem vinni fyrsta leikinn. Já, Kristó og hans félagi, Dr. Hákon. Og Viss, hann lendi í öðru sæti í báðanleikunum. Já. Það var bara að spila einn. Það er málið. Já, við fengum að sjá þetta aftur að sama og hann hérna Sigmar gerði. Já, ok. Og fáum við líka að sjá seinni leikinn eða? Já, gott ef ekki. Það er bara stór spurning sko. Þetta var gaman að sjá þetta. Býtu bara. Já. Þannig að við fáum að sjá kannski seinni leikinn og svo eftir það þá langar mig að kíkja hérna á þessi útsendingar sjálfsögðu búið Elko, Kia og Lúkalúk. Ég væri til að taka tíman á þér, sjá hvort lengi að klára bókan. Er það máli? Taste test. Setja timer upp á skjáinn? Timer upp á skjáinn. Ég get klárað þetta á 3 mínútum sko. 3 mínútum? Nei, segir svona. Hérna, já þetta er að sjálfsögðu bara eins og Óli var að segja hérna með rauða nammi hérna í Lúkalúk. Ég geti klárað það á 3 mínútum. Hann tók þetta með fyrir strákana sína. Já. Og svo bara kláraði hann og tók þeim 1 sko. Já, mér finnst það grítið að hann gaf þeim 1. Já, þú veist, þetta er náttúrulega svo gott nammi þarna. Og já. Ég voru að koma með eitthvað guld núna sem við vorum að fá endalist af og... Já, það er svona bananabræði, það er svona sætara meðan þetta rauða er enn súrt sko. Þannig að, eins og við segjum, þessi útsendingar er sjálfsögðu búið Elko, Kia og Lúkalúk og daginn þá vantaði mig mús. Já. Veistu hvert ég fór? Beint í Elko. Beint í Elko, keypti mér hérna Razer mús. Hvað keyptir þú? Razer þrálaus mús. Ég var að fara úr snúri yfir þrálaust. Það er ekki ennþá búið að samfæra mig. Ég er ekki að fara aftur sko. Ég er bara með, þú veist, eitthvað svona batteri sem þú getur hlaðið. Já. Setja í hleðslu. Endist í mánuð, skilur þarna ekkert að pæla í. Það er ekki búið að samfæra mig ennþá. Þú veist, þú ert ekki með Bluetooth, þú ert með 2,4 Hz. Já. Setur kupp í tölvuna. Svo ert að nota músuna með einhver annari tölvu. Setur Bluetooth. Þú veist, þetta bara... Ég þekki konceptið sko, en ég... Þetta er bara snillt sko. Ég er bara plug and play maður. Jæja. Ég er plug-kall. Ég hef alltaf hræddur þú veist, laggið á milli... Ég hef ekkert orðið varið það sko. Nei, maður sér það kannski ekki, en maður hugsar alltaf, ef ykkur er að drepa þig í einhverju. Já. Hugsar alltaf, var það kannski? Laggið. Já. Einmitt, þannig... Var það mögulega músalaggið hérna? Einmitt, en það er náttúrulega bara spurning eins og þú segir með leik nr. 2. Já.
Ég fara að kasta penni í það liðana. Kasta penna í lið, sko. Held á hún, sko. Ég þarf að vera útsendingu. Galsi í mönnum, sko. Já, einhvers. Það er bara svoleiðis þegar 4 umferðir af 4 eru komnar. Eða þú veist. Já. Við erum í 4. umferð af 4. Og þá er svona ákveðin endalók. Svo er nýtt upphaf í tríósinu. Já. Sem að við hvetjum ykkur til þess að skrá ykkur. Þið sjáu bara skráningarleikinn innan beint fyrir neðan. Skráning í fullum gangi. Eins og ég tala þetta að mínu mandi að horfa á FNCS og það, þess Tríós lang skemmtilegast, sko. Það ekki? Jú. Þú veist, já. Það klart mál. Megum við fá leik 2 upp? Hann er bara blóður í nefið eða eitthvað. Nei, við bara fáum það ekki. Hann er farin í fílu. Þú veist hvað það þýðir? Já. Það þýðir að það er það 10 mínútur við fáum að sjá rútuna. Já. Þú getur sett timer eða þú vilt. Á ég að klára þetta á, 2 mínútum eða? Já. Tja. Sko, við setjum fyrirvara á þetta. Nammi er gott í hófi. Já. Og, þú veist, eat responsibly. Og en sérstaklega eins og við rafíþróttum, og eins og Óli sagði þegar ég var með honum hérna fyrir 2 vikum, þá ámaður að leyfa sér smá nammi. Klálega. Þú veist, það er ekkert, þú veist, maður þarf ekki. Ég kann það ekki. Þú kann það ekki? Nei. Sjáum hérna Lookaloo, Candy Sushi, spennandi pakki, lyktar rosalega vel, opna pakkan, séð það hérna 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 bitar. Hérna er ykkur núðlur, þetta á að vera sko fiskur, það er rækja hérna fiskur, opnum bitan. Ég har 3 mínútur ekki byrju gefins eða? Ég gefa þér 1,5. 1,5? Já. Ok, núna er klukkan sko 21. Byrja eftir 10 sek. Byrja eftir 10 sek? Ok. Ef ég fæ illt í maðan þá var það þér að kenna sko. Nei, þú benda mér ekki við neitt. Ok, ég er tilbúinn. Byrja. Bara ef þú ælir beintu í hinandina sko. Þetta er mjög gott. Þetta sé ekki gott að háma í sig sigurbúðum sko. Getur ekki verið gott fyrir þig. Ég áttur að vera svolítið hæper eftir þetta. Já, það er bara gaman. Ég vil svo Stefán upp á borði. Varst það ekki þú sem talaði mikið þetta nammi? Þetta? Já. Nei, hérna, gula sem heldur á. Ég það var Finni. Þið sem heima sitið, vá. Ég færði mækinn þannig að ég var ekki að smjatta mikið í hana. Hversu gyrnir er það? Það er komin 1 mínúta. Það er komin 1. Tuttugu sek. Nammi hans finna, það er erfitt að tyggja það sko. Já. Ég er með 30 sekir viðbót. Já, nú fyrir hann að væli mér í tíma og eitthvað. 5, 4, 3, 2, 1. Hvernig líður þér? Ég finn sko blóðsykurinn minn, hann er bara hér sko. Þú veist, ef þú ert að fara að keppa í Fortnite, fáðu kannski 1, 2, skilur þú, ekki heilan sushi pakka. Já, ég myndi bara að mæla með epli sko. Takk fyrir þetta. Þetta var í boði Lookaloo. Já, verður þér á góðu. Vá. Þú færa mækinn aftur svo. Já. Hvernig líður þér svo? Mér líður mjög fínt sko. Ok. Það var bara hressandi og gott sko. Já, þetta fyrir ekki meldingakerfið. Allt í einu sko. Þá held ég að það verði ekki gott. Nei, en við sko, við félagarnir, við erum bara, þú veist, allir fyrir svona segment sko. Þú veist, við erum með nammihotni, við erum með viðtal, við erum að sína frá fyrir leikjum, þú veist. Já, þannig að basically borðið nammi í hófi nema þið vinni í sjónvarpi. Já. Það er svolítið málið sko. Já. Þannig að hérna... Hvað myndir gefa þessu einhvern? Þetta? Já. 0 upp í 10? Já. Ég myndi gefa þessu 8,5. Vá. Og talað svona einhvernagjöf, það minnum á það að ég er að gefa sundlaugum landsins á höfuðborgarsvæðinu einhvern, bara þetta eru 22 sundlaugar frá 1 upp í 10,
Þannig að ég svolítið mikið í því, sko, bestu bitanir eru þessi hérna, þú veist, með sigpúnum og grænu og rauðu utanum, sko. Já, 8-5 helvítið hátt. Gef þér það. Já, þannig að mér finnst bara gaman að koma þess að líka með sundlaugana, sko. Að gefa þeim einhvern, sko. En nú skulum nú byrja að tala ekkerliðina, við erum nú að sýna hana. Við hverju svona býst þú að sjá í kvöld? Sko, við erum alltaf að fara að krýna sigurvera. Já. Þannig ég býst við bara að sjá þá taka þér rólega, þú veist, kannski ímóta og bara svona, vera svolítið svona, bara svona þeir hafa einhvað að tapa. Ég held öfugt. Já, þú veist, þeir verða bara ímóta og bara á fullu skilur kannski að skjóta á svona. Já. Og þú veist, topp 10 listin, hann breytist eitthvað. Þannig að við erum að fara að sjá leikmenn í 16. seti, koma upp í topp 10. Já. Eitthvað leikmenn topp 10, detta niður í 16. seti. En aðalslagur sem við erum að horfa á í kvöld er svona annað 7. sætið, sko. Býstu þið ykkur breytingu þar? Já. Þú veist, ég býst alveg að kannski Emil fara hans ofar og félagar, sko. Þannig að, þú veist, þetta verður sterk keppni, sko. Ég held samt öfugt við þig. Ég held að DNA svo þeir, eins og við gerðum bara núna síðasta mánudag. Þeir voru bara aggressífir. Aggressífir? Já, mjög. Það meikar sens. Ég hef aldrei séð DNA svona aggressívan. Nei. Það var samt alveg komið mjög rosalega gott lít. Og í eins og einnileik, ég hef aldrei séð hann svona aggressívan áður, sko. En þú veist, helst annarsætið sama eða eru þeir að fara að detta niður, þú veist? Veit það ekki. Nei. Það er náttúrulega bara 2 stig á milli. Já. Þannig að það er nú að gera 1 úpsi og þá... Já. Þá... Það er bara 3. sætið staðan fyrir annars. Núna er þetta nammi fyrir að kikka inn, sko. Já, þetta er bara... Ég er farin að sjá stjörnur, sko. Þetta er farin að svitna. Já. En hérna... Já, okkar maður Atli, hann elskar nammið, sko. Atli? Já. Nei, hann hata það. Í hófi, sko. Já, ekki við. Horfir á ykkur skellihlæðir. Já. Ég er þannig, ég var hérna einu útsendingi þegar það var nýkomið út fyrst. Já, þá hakkar í sushi. Nei, hvað var núðlunar? Báðu? Báði núðlur og sushi? Nei, hambúrgarunum og þessu. Já. Mér liði ekki vel. Já, en þú veist, þetta er í hófi, þá var þetta gott. Þetta var ekki í hófi, það er það sem ég er að segja. Já, þetta er svona forvarna sjónvarp. Sjáu þið Stefán eftir hálftíma þegar hann er búin að borða heilan sushi-baka. Ég skal taka mynd á þessu fyrir ykkur. Já, og þar að segja þá náttúrulega minnum við að sjálfsögja á Discord-þrásina, Fortnite á Íslandi, TikTok síðuna, Facebook-grúpuna, þú veist, við erum virk með Fortnite samfélag á Íslandi. Reyndar nýjasta TikTokið geggja, sko. Sjálfsögðu, og líka, þá væri ég að skjóta inn í mbl.is, heimili rafíþrótta í Íslandi. Það er flott greinat þig og fleiri. Þannig að mér finnst gaman að skjóta þig inn í, sko. Greinin mig? Bara MBL rafíþróttum, sko. Ég er ekkert að monta mig en ég var 4. mest lesnu MBL, sko. 4. Inn í rafíþróttaflokknum? Það veit ég kann eitthvað svo síðan. Já, það er mjög flott, sko. Já, þannig að þú veist, ég fer bara með góðu fyrir ykkur, sko. Þú veist, þetta andlit, skilur við, það selur. Ég veit það. Þú veist, með andlit fyrir sjónvarp, rödd fyrir útvarp. Ég vildi meina við öfugt, sko. Persónuleika fyrir, ég veit ekki hvað, sko. Nei. Ég vildi nú meina við öfugt, sko. Þetta er andlit fyrir útvarpið. Rödd fyrir sjónvarpið? Röddin fyrir sjónvarpið. Ég meina, heyri þessa rödd. Nei, ég meina, ég get gert eitt, sko. Það eru eftirherma. Já, hvað ertu með? Það er tilbúin. Já. Þið þarf að koma mér inn í Sony, sko. Ég er mjög forutinn. Já, komið í sæl og blessuð. Er þetta Jón Ársæll? Já, maður. Við hittum Stefán. Nei, það er... Við erum staddir hér í íslenskri rafíþróttadeild, eða Elko-deildinni, með Stefán Atla. Segðu mér, Atli, hvernig leikur þetta í þér? Já, þetta leikur bara fínt í mér og mikill heiður að vera í sjálfstæðu fólki sem er mest legendary íslenski sjónvarpsþátturinn, sko. Góður. Já. En að því sögðu þá er mínúti að rútan fara á spað. Hann er að sparka í dekkin, fylla oljuna. Já, þú veist, rútan bláa svífur yfir eiguna fögru og eins og þegar það er hrekkjavaka, þá er hrekkjavökuþema. Þegar Fortnite á ammali, þá er ammælisþema. Þegar er jól, þá er jólaþema. Nú er að koma valentínsdagur. Er rútan með einhverju ástarþema? Með minni það. Það er örugglega komið eitthvað svona ástar-valentínsdót. Það er komið. Það er náttúrulega stutt í valentínsdaginn. Það er svona 9 dagar. Já, 9 dagar í valentínsdaginn. Það er sko þeim minnið á það, sko. Vandraði heima. Fara með blóm til konunar og svona. Já, nákvæmlega. Þannig að... Hann er örugglega að fylla á belgi núna líka. Hann vel...
Akkurat. Pennin á gólfinu. Nákvæmlega, þá sjáum við bara okkar leikmenn fara að lenda, gera sér til, lúta. Heldurðu Gunnar var með stóru orðin? Já. Hann segir þetta enda í topp 10. Já, hann sagði það. Gaf það bara út á hann. Ég held ekki, sko. Má ekki gleyma hann reitt, sko. Hann er ekki eitt, sko. Ég er að segja það. Hann er með MVP-unni með sér. Já. Kófer. Já, hann heitir Kristoffer, kallaðu Kófer. Það er þetta með Kristoffer að vera að kunna eitthvað í Fortnite. Það verður með 3 eða 4 í deildinni, sko. Já. Þetta er bara að gerast. Við erum að fá hérna í eyrað. Þetta er að gerast. Þannig að, já, ég er spenntur fyrir. Ég þarf að fara að skamma fólkin. Það er 40 sekundur á sinni með leikinn, sko. Nei. Ég þarf að láta fólki heyra það. Allt að gerast. Svona gerist fyrir Óli mætir ekki. Já, ég veit það. Það fyrir allt í skrúna. Já. Herru, hérna sjáum við... Hvítaskjá. Þetta er bara búið. Já. Það er einhver rúta að fara að komast í Hafna. Hafna. Þeir bjarga sér alltaf með þessu segvei inn í leikinn. Sigmar, L2, R2. Já. Leikmaður sem við þekkjum vel. Heldur betur. Hann er ekkert nýr fyrir okkur. Sebbi Carpenter. Já, það er ekki Mörgjarsson sem er með hún. Jú, Mörgjarsson. 05. Hann er, já, þeir eru að taka slurktrökkinn, það er klassik. Fylla sér strax upp. Það gefur hann 100 strax. Já. Hann tók ekki grímuna, hann vill freka sverðið. Það er áhugavert. Strax sem er ósammála því. Strax komið 4 splash, Sebbi. Eins og við sögum síðast. Ég og Óli, er þessi Sebbi Carpenter svolítið hrifinn af Sabrínu Carpenter kannski? Erum við það ekki allir? Það er erfitt að vera það ekki, sko. Þú ert nú mikill sverðsmaður, þú ert sverðkall. Já, við erum náttúrulega með Kinetic bleitið og svo hitt bleitið. Það er Bíó Stökki, hann er byrjaður hérna frammi. Það er svoleiðis. Hann var að taka út dag. Jæja. Það er kannski fínt þegar það er kvöld. Nákvæmlega. Veitu, Nökkvi, hann er hvað, jókerinn eða eitthvað? Komum með fellu. Komum með eina fellu? Leikmenn er ekkert að grínast hérna. Liðsfélagins hans, náttúrulega, orðin smá lóg. Eftir átökinn. Ég er líka ánægður með Bíó Stökki. Hann sagði hann í page-útsendingu að ég ætla að lenda í Hopeful Heights. Margir myndi bara plata. Já. Hann gerir ekki svoleiðis. Nei. Hann bara mæti þangað sem hann segti alltaf að mæta og ekki kleinar með 2 í siktinu. Nei, sjáum hvort hann getur byggt hvað 5 hluti. Veggi eða loft eða þrýninga eða hvað þetta er. Fljótur að bæta við sig. Já, heila 2. Já. Taka örugglega splassi saman, strákarnir. Þarna. Komnir í 190 í líf. Fyrsti hringur, 35 sekúndur eftir að fyrsta hring. 29 dúó sem að byrjuðu, 53 leikmenn eftir. Spurning hvort að hann nái kortina hans og takist að ressa hann. Ég vil meira svona. Nei, ekki? Það er að hafa rólegt. Ég vil sjá sem flesta mætast hann í miðunni. Nei, ekki? Jú. Ekki kleinar. Já. Okkar maður. Okkar hinn eini sanni sem er búinn að vinna yfir 150.000 í hérna Samt ótrúlega að segja þá lífi. Já. Hann er með þetta scarecrow skin, sko. Já, hann var ekki að lenda fyrst, sko. Hann er greinilega hérna var að taka svona geysir til að fljúa. Já. Veitu, hver er liðsfélaginn hans? Ég held að það hefur bara verið rétt höfður, hann er bara að spila einn. Nei, ekki? Já, kannski hefur liðsfélaginn stóttið út.
Hann með, já, heyrðu, hérna Steffen KC HBA, veistu hvað það stendur fyrir? Ekki hugmynd. Hann með 66 build, 14 eftir í grímunni. Bláan að sjálfsögðu AR með scope. Fylkir Rúnar, eins og við tölum á hann. Aðeldafélagið mitt, sem ég var að þjálfa lengi vel. Fortnite. Hvað aftur lengi þar? Svona 1,5 ár, kannski 2 ár. 10 tacos, það eru 10 taco á hatt og fatt, hattur og fall eru fallin. 10 tacos pluss 10 tacos, það eru 20. Já, 20? Við hittum það báðir. Já, já. Skemmtilegt. 20 taco. Þetta mikið fyrir taco eða? Elskar. Steffen með 68 byggingarefni, 70 byggingarefni. Eins og við sögum með hennan bláa AR sem mjög góður að þetta með scope. Það virkar ekki núna. Við sjáum ekki scopein sko. Heyrðu, Halli Bliki hefur... Í loftinu? Fallið í loftinu. 40 leikmenn eftir. Heyrðu, sér í hótinu. Þetta var ekki langlíft. Það var Gunnari. Nei. Hver tók hann út? Ég er eiginlega bara í smá sáðin til að sjá það. Já, ég... Bara halda fórum að reyna, sko. Heyrðu, Seppi Carpenter. Brun tekur á báð út. Já, Brun að taka út Seppi Carpenter. Menn að falla hérna hægri vinstri. Við erum að tala hálffullt lobby. Emil, Elskoteld Emil. Var sterkur og rigg. 60 build, fjólubláan AR. Fjólubláa shotgun líka. Við hvernig að berjast þarna. Nei, hann third party-aður. Dóra Explora. Hann hefur 4 mínja, getur notað vel, gæti notað grímuna til að koma sér í burtu. Ringur 2 komin á stað, 50 sekúndur eftir á honum. Tekur inn á Dóra Explora. Hittir hann lítið. Já, notað grímuna til að koma sér í burtu. Sækir hann að loot. Heyrðu, Dóra Explora með Fylki Andra NPC og Fylki Alex NPC. Varstu að þjálfa þá eitthvað? Nei, ég held ekki. Það er svo langt síðan, sko. Dóra ætla bara að keyra inn í. Já. Sjáum Gabba taka Fylki. Þarna var aðeins svo mikið bil á milli liðsfélaga, sko. Já, maður þarf að passa það, sko. Það er gott að hafa eitthvað bil, einn að keyra eða einn að slúpa veggina. Það er til og mikið að góða. Sko, 10 tacos hérna með 2 fellur. Mikill hasar í byrjun, sko. Við höfum ekkert fengið samt að sjá Denasi og félögum. Já. Það er svo erfitt í vatninu. Brúðfallin hérna. Dóra Explorer tekur aðra fellur. Það gæti verið með Denasi og það gæti verið hann bara ekki mætt. Já, það er alveg honum... Já, ég veit ekki, það getur verið, sko. Kannski getur við séð eitthvað eftir, en Falcon Emil að sjálfsögðu, Elskoteld Emil með hann fína pickaxe. Einhverju tennis, spilar að skinni. Gullita, shotgun, fjólublá AR. Toppmál. 144 build. Liðsfélaginn hans er fallinn. Jep. 24 lið af 29 sem að hói leika. Hann er mættur. Hann er mættur. Hann þarf nú ekki marga fellur til þess að... Nei, bara... Kannski ímótar hann fyrir okkur eða eitthvað. HK sem er aðaldafélagi Kópavogi með eina fellu. Pikulrik í vesinni. Pikulrik fellur fyrir súkkulaðisnúð. HK með súkkulaðisnúð í liði. Far og Frost. Það er bara hundeldan. Við erum hérna með Sigmar, við erum að horfa á umferð 4, leik 1 í Elko-deildinni. Vel gett hjá Steffi að falla ekki fyrir þessu. Já, Sigmar
með flotta fellu og nökkva. Ég held bara ef leið og Sigmar komin svona keyrandi á því þá þetta eiginlega bara búið. Hann svo góður í því. Já. Já, hann það sko. Hann og iCristo eru rosalegt dúo sko. iCristo náttúrulega alltaf bara í topp 3, topp 5 öllum sem viðburðum. Já, hann vann Rick, var það ekki? Jú, það rétt. Enda í öðru sæti með naumyndum í solos. Já, eins og við segir, alltaf í topp 3 sko. Veistu hvað sæti hann núna? Hann ekki topp 5 eða? 3. Topp 3, já. Hann og Sigmar 3. Það Cass á leiðinni í þeirra vasa. Það annarkvort annan eða 3, ég ekki alveg 100 á því. En það svo stutt á milli. Núna eru glöru. Það náttúrulega að spreyja á menns í runnanum. Það þýðir ekkert að fela sig í runnuna. Aðeins svo augljóstaði síðan í runnanum. Liðsfélaginn hans, Kliksfan. Herru, Dennis tekur út King Kjúla. Og hvað gerir hann? Hann leikur sér að þessu. Ég sagði í síðustu viku að mér finnst Dennis ekki verið svo best í svona mekanikal hundaleiknum. Já. Hann tók því heldur bara persónulega og sína mér annars. Mekanikal, ertu þá að byggja það? Já, bara byggja, edita. Það svona meira Lester dæmi. Akkurat. Hann er bestur í því. Aim like Lester. 10 tacos, 2 með 3 fellur hérna samtals. Alveg nóga byggingarefni. Með þessa fínu AR. Sjáum svo Fjölni, Steini 23, Fjölni Bjarka. Ég hitti Bjarka mynd á Rigg og hann sagði en það að segja við hann, þetta ekki fjölskyldu, þetta Fjölnir. Já, það ekki? Jú. Já, leta mig heyra það. Já, félaginni voru alltaf að segja fjölskyldu. Já. Fjölskyldu. Fjölnir nú fjölskyldu félag. Já, það ekki? Jú. Bjarki, spakur, á svip. En Bjarki er einn af þessum leikmennum sem ég held rosa mikið upp á því að hann er náttúrulega Bjarki Bangsi í mínum augum sko. Og hann kallir sig Bjarki Bangsi. Hann gaf okkur lestur fyrir það mástu. Já, ég maður. Skulum hlýða. Kristó Musetto, Dr. Hákon, Full Build, Steffen, að fara í eitthvað barda þarna. Laumast. Sér hérna Skúli, tekur Skúla. Rosalegt skot. Tekur Skúla út bara auðvitað. Sjáum Dora the Explorer taka út Fylki, andra NPC í mótar á hann. Þetta sýnst með Venom skinnið. Dennis með eina fellu. 34 spilarar eftir í 20 liðum. Dennis og Kliksfan í góðum málum. 7 splöss hjá Dennisi. 9 eftir í grímunni. Þetta er akurinn sem ég ræði alltaf NPC. Þú ert alltaf einhverjum djús ráðningafellir og byrjar að spila leik. Já, bara með atvinnuviðtölu. Dennis ætlar að fá medalíuna sem að gefur honum það að vera ósýnilegur. Hann hefur svona ekki vilja að láta reyna á það. Ekki hinga til sko, það er meira verið iCristo eins og meira andi eins og er. Akkurat. En Dennis eins og ætlaði að segja að hann hefur ekkert látið reyna á það sko að þótt hann verið örugg með fyrsta set þá vildi hann samt mæta sko. Ég held að hann vilji bara núna, ég held að það sé ekkert að pæla sem NPC. Nei. Það er að koma iCristo bara á óvörum. Já, eins og við sjáum það. Hann veit að iCristo lendir þarna sko. Já, á einhver tímapunktin þá alltaf er eitthvað fer hann langar til þess að græði þetta sko. Já, já. Hann er með hérna svona iCristo nær hann ráun. Já, já. iCristo nær hefna sín. Þetta er svolítið slagur sem við erum svona byggið eftir. Já, fyrsta og annarsæti í Elko-deildinni 2024 Solos. Kliksfan, iCristo. iCristo fær ekki verið í friði að ná með NPC. Það reynir sitt besta. Hún er líka vesen fyrir þá, þannig að núna eru þeir með NPC-ina að ráðast á sig og Dennis og
Já. Akkurat, þetta getur verið Bobby. Já. Hann með nóga heals samt, sko. Hann fer að heala sig þarna upp. Kasta niður sprætinu örglega eftir. Nei, súkkulaði svona tekur út bergapöndun. Jæja. Bjarki samt bara nokkaður, það alltaf þetta ressan, sko. Já. Það er ekki hlaupið að því að fella 2 og svo ressan, sko. Nei, það erfitt, sko. Gabbi og Dora Explorer hérna með 5 fellur samtals, það slatti. HK í Kópavoginum. Svolítið lár á lífi. Hvað ætlar hann að gera? Fellur hérna fyrir Gabba. Já, Gabbi tekur út HK, bonga. Nú mikil aðgátt þarna. Vissaðin róa sig samt einhvern veginn reyndið ekki að byggja fyrir hún sem heldur. Súkkulaðisnúðin. Vá, Gabbi tekur út súkkulaðisnúðin. Þetta er bara sem hann segir. Hann tók hann í bakaríð. 4 fellur, 3 fellur. Þetta eru sko 7 fellur í þessu liði. Gabbi veit ekki hvort að Fjölni Steinir er hérna. Hann ákveður að félastig. Sér hann í raunanum. Lendir í vesinni. Tekur út Fjölni Steini. 26 leikmenn eftir. 14 lið. Við erum að tala um það. Þetta er umferð númer 4. Leikur 1 af 2. Og þetta er æsispennandi. Hann með gullgrímuna Gabbi, hefur kannski fengið hérna frá okkur með NBC. Og þið eru að sjálfsögðu að horfa á Elkot-lildina. Kliksfan með 2 fellur. Sjálfsögðu með Denas í liðið. Þetta er liðið sem eru á toppnum í Elkot-lildinni núna. Fáum að sjá drónaskot í þessari fallegu borg. Hringurinn er farin að þrengjast. Hvað erum við komin í són 8? Mögulega, kannski. Örgulega 6 myndi ég halda, eða 7. Ég veit það samt ekki. FH Þorri, Dr. Hákon, Kristó, Breki 200. Jú, són 5 af 12. Já. 7. sónið að byrja. Þeir eru bara farin að fiska. Þeir eru fiska sem róa. Já. Þeir róa sem fiska. Færa sjálfsögðu skjöldfist. Kristó að taka. Reyna að hitta Kristó með setu. Sem er að sjálfsögðu liðsfélaginu Dr. Hákon. 24 spilarar eftir. Þegar það bil 12 mínútur eru búnar af leik 1. Kristó með no heals. Við erum bara búin að byggja blokkakverfið hana. Já, þetta er húsið í Breiðholtinu sem allir er að kvart yfir. Já, hann í Árskógum. Já, skemman hérna í Álfabakkanum. Sjáum Kristó bara taka þér rólega. Það er enda á 24 leikmenn eftir í 12 liðum. Þannig að Kristó með max-spil. Já, Dóra Explorer. Kristó spreyjar. Hvar er taskan? Taska. Já. Dóra Explorer reynir að flýja frá Kristó. Já, það sagði nappi ekki nappa því og mega er ekki lengur. Nákvæmlega. Kristó ekki skjóta. Fico elskar dime. Hver gerir það ekki? Bumsi.
ekki með neina fellu eins og Þessi 10 tacos, þeir eru búin að vera sterkir núna í kvöld, þetta er með 5 fellur eða eitthvað líka. Já. Veist þú hverjir þeir voru þegar þeir voru sólós eða? Nei, ég nefnilega veit það ekki sko, en okkar menn í kastanum vita örugglega. Ég hlusta ekkert á okkur maður. Nei, þeir eru bara í Sims eða eitthvað. Sigmar og Kristó. Candy Crush eða eitthvað. Fylkir, Rúnar, Breki. Sigmar náði medalínu, hann er ósýnilegur þegar hann hleypur. Já, Deinas gáði þeim slaginn. Þeir hérna, líðan var lágur og eiginlega bara. Já. Með gull. Riffilinn. 3 sprites. Sjáum akkurat 7. hringinn byrja. Þetta er svona full rólegri miðjuleikur, allavega rólegri svona aðeins vann að sjá. Já, sammála því. Þetta er svona eins og að horfa 0-0 leik í fótbolta. Já, svolítið þannig. Sjáum Gumsa færa á sig mikið af skotum. Þeir eru komin í svona kassalagan bardaga, Æ, Kristó og Sigmar. Já. Deinas kliksfann. Alltaf ná að reyna að finna eitthvað píkan á hann. Já. Það eru æsir spennandi. Benjó fellur hérna. Raggi líka. Það eru 20 leikmenn eftir. Okkar bæjarins bestu. Bæjarins bestu spilararnir. Gaman að vera með lið sem er nefnt eftir glæsilegum veitingastað. Það sem þau náðu til borðs. Þetta er galið að kalla bæjarins bestu veitingastað. Þetta er smásperrel hérna. Kristó með setu og Dr. Hákon vilja halda sér í topp 10. Spilararnir spila ekki bara fyrir pening, heldur fyrir ástina á leiknum líka. Þetta er allt upprennandi atvinnumenn í Fortnite hérna í elskotleitinni. Eins og hann sagði á hann var að fara að taka þátt í FNCS. Það eru margir hverjir búnir að vera að því. Jú. Eins og okkar maður Gunnar að sigra háar upp að þar. Já, ég held að ég sem er helmingin á þessu lobby, ég hef bara náttúrulega vingulisturinn á Epic. Alltaf þegar ég... Búin að vera að spila eitthvað með hann? Það kemur alveg fyrir. Alltaf þegar ég finnst var ekki að spila með þá er þetta ykkur FNCS. Já, það ekki. Qualifiers eða eitthvað svoleiðis, sko. Já, já. Spurning, þú veist, hvað þessi 55 leikmenn séu búin að vinna samtals mikið í FNCS. Getur verið hátt í 1 milljón, sko. Já, það voru ekki að meira, sko. Brimir og Dæm. Við erum að horfa hérna á 10 tacos með 4 fellur. Hinn 10 tacos með 0 fellur. Þeir eru með 4. Samtals, já. Þetta er bara lið. Já, já. Spila vel. Þeir eru í sama skinni til að ruggla andstæðingana eins og flestir gera. Alltaf áhugavert er Deinas og kliksfann. Þeir veldu að keyra bara að vera slátt niðri og þeir geta nú. Já, 10 tacos eru núna að vinna með high groundin. Þannig að, eins og þú segir, Deinas með low groundin. Já, Deinas með 1 fellu og kliksfann með 2, liðið með 3. Þetta er góðum málum. Gabbi, hann er ekkert að djóka. Nei, hvað er hann komið með? Yfir 3 fellur. Það var bara 2 núna. Já. Blikkað á. 17 leikmenn eftir. Hringurinn er orðinn þröngur. Deinas keyrir inn í hann. Deinas tekur brimi. Þetta var náttúrulega slæðið sem ég búst ekki við að Deinas myndi vinna. Fljótur að hýla sig upp. Tekur hann sverðið. Kristó með setu og Dr. Hákon á high groundinu.
Mikið verður nota grímurnar. Þeir félagar eru að sjálfsögðu sama skinn. Já, 14 leikmenn eftir 8 liðum. Fyrir að nálgast endalókin á leik 1 af 2 sem eru sýndir í kvöld. Denas fyrir neðan, Ækristó og Sigmar. Kliks var farin í 10 tacos, einn af þeim allavega. Já, hvernig gengur það hjá honum? Hann búinn að það gengur, það er ekki hægt að vita hvor það er. Nei. Fíko elskar dæmurinn Lár, er alveg að fella og fellur. Við erum komin í endgameið. Kristó fallinn. Það var ekki verið Stefán sem tekur hann út. Já. Kristó líka tæpur. Þetta er æsi spennandi. Kliks var nær út Kristó, sýndist mér. Bónusgrísin segir þessu 10 eftir. Jú, Denas klarar Kristó. 5 lið. Sigmar ósýnilegur, laumast að Denasi. Lauma fram einhverjum glóríum hérna, þá gæti hann bjarga Kristó, sem er nú þegar fallinn. Já. Það er komið medalið sem að pingar. Denas tekur gappa. 5 leikmenn eftir. Sjáum hérna fallega drónaskoti Dóra the Explorer með hægrandinn. Dóra Explorer A Explorer. Við höfum ekki verið að sjá hana svona seinni leiknum svona. Nei. Vá! Dóra tekur Sigmar með 6 fellur. Gæti fallið fyrir storminum, Denas og... Tók hérna klippufellu á Sigmar. 3 leikmenn eftir. Dóra Explorer gæti tekið út. Sigurvera líklega elskodeildarinnar. Herðu, Gabbi er með 10 fellur. Dóra Explorer með 6. Þetta er nýtt met. Þetta er rosalegt. Tekst Dóra að taka út Denas. Það var einn besta framistæð sem ég séð. Og Kliksmann. Ef hann er þeim báðum út núna. Það væri eitthvað fyrir klippuna. Það er ómikið að því góða. Nei, herðu! Dóra Explorer tekur út Denas. Við þurfum bara að gera eitthvað í þessum Denas. Kliksmann tekur út Dóra Explorer. Sigur hjá Kliksmann og Denas. Er þetta staðfest? Er þetta komið í hús? Já, þetta var komið. Þeir hefði ekki þetta að mæta í kvöld og þið komið í hús, sko. En þið gerðu það samt? Já. Við þurfum nú að fara að gera eitthvað í þessum Denas. Já. Við þurfum að setja eitthvað vika reglur á hann, hvort hann megi bara spila með bara vísifíkur hérna þeim. Eins og þú segir daginn, bara nörfa. Eins og segja, bara nörfa. Já, það eru þín orð. Talandi svona nörfa. Hvað hérna, Dóra, þetta er nýtt met af fellum. 16 fellur hjá liðinu. Já. Mjög flott. Geggjað, og svo líka bara ef að Dóra, nær hana top 5, upp á sitt eigin einstæmi sín sem er. Gabbi falla hana í 7. sæti eða eitthvað álíka, sko. Mitt. Þannig þetta er basically bara drátt. Þú veist, að dragan er hérna... Algjörlega. Við förum náttúrulega betur yfir þetta. Bara eftir smá það ekki. Nei, það sleppi ég bara. Nei. Mér finnst það komið mikið óvart líka núna því að Denas... Ég held að hann myndi bara keyra alla leikina því að hann gerði það síðasta umferð. Nú var þetta svona komið í höfn eftir svo umferð. Mitt. Ég bjóst fastlega við því að ég myndi sjá aggressífari Denas aftur. Akkurat. Þetta var bara, þú veist... Ég meina... Annarsæti, mjög fínt hjá Denas og félaga. Þeir unnu. Kliksmann, já, ég verið að segja það. Þú veist, að vinna, skilur, en þeir voru 2 á móti 1. Þannig að ég segja annarsæti á Dóra Explorer, þannig að, já. En við ætlum að kýra enn yfir auglýsingarna samt fyrst. Og svo skulum við gramsa og velta steinum þetta. Wait, is he switching lanes? Luka, 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 Luka.
Já, við erum velkomin tilbaka. Við erum að fara að byrja leik 2 eftir skamma stund. Hárrétt. Eitthvað sem kom þér á óvart við leik 1? Nei, þetta hefur svolítið verið bara svipuð formúla. Ég menna menn að lenda á svipuðum stöðum eins og strákurinn sem við tókum í viðtali á F, sem er frá FH. Já. Hann lendi bara sem hann sagði til að lenda. Já, ég hefði skrökvað. Já. Ég hefði mætt hingað og tekið viðtal við mig og hann lendi þar sem hann sagðist að lenda og nældi sér bara í fellu mjög fljótlega. Þú talar rosa mikið um þessu NPC. Já, sko málið er það. Ég komst að því bara þegar ég var að lýsa þetta með Óla fyrir 2 vikum eða svo að með þetta gull, þú ert að spila Fortnite venjulega, þá getur þú safnaði gulli í gegnum leikina og þá ertu kannski með max 5.000 gull. Þú ert í competitive. Þá byrjar að 0 sko. Þá byrjar að 0 með gull. Það er erfitt að komast upp í 250 gull. Er ekkert erfitt eins og þegar þú ræðir NPC í solo til dæmis. Er það ekkert haldur ykkur að þessu í 2 NPC-ar? 2? Já. Já. Akkurat. Það er rétt hér. Þannig að það ekki bara báðir að skunda loftið og þú gerir ekki neitt. Jú, það er rétt. Þetta var sko svona sem þetta var að vera. Svoleiðis eru NPC-ennir sko. En við náðum við ekki á þann. Nei. Við ætlum að fara yfir stigagjöfina. Af því að ég með ekki segja neinum ef ég sagt ykkur þetta. En við erum bara að skoða það að breyta næst til. Ok. Við ætlum að fara yfir eins og hún núna. Þau ættu nú að vera svolítið svona búin að ná því hvernig þetta er. Nú með ég bara að gleyma því. Já. Þetta er sem sagt 2 stig fyrir fellu. Fyrsta sæti 25 stig. Já. Annað sæti 18 stig. Þriðja sæti 15 stig. Fjórði 7 og 10. 7. 10. 5. 11. 15. 3. 16. 20. 1. Já. Ég ætla ekki að segja hvernig við breytum þessu. En það verða breytingar á þessu. Við ætlum aðeins að reyna svona að finna leið til þess að gera þetta. Það er að nerfa Denas. Já. Við ætlum að reyna að finna leið til þess að bara hafa þetta jafnara. Já. Hvort sem það verður að fækka stigum fyrir placement eða fækka stigum fyrir fellu. Ég mér alltaf með ljós. Þetta er náttúrulega sama format og fækka gjöf. FNCS eða ekki? Jú. Þannig að við erum að fara að taka upp okkar svona eigi format í því. Það er alltaf þess vegna sem við tókum þetta upp sko. Við erum að herma eftir þessu stóru. Við erum ekki að finna upp hjólið sko. Akkurat. Svo höfum við séð þetta kannski, við erum með hugmynd sem að mjögulega fungerar betra fyrir okkar deild. Akkurat. Þannig að við ætlum að hugsanlega mjögulega kannski að pröfa að gera það bara í trios. Akkurat. Þannig að við veit að erum bara, þetta er sama gamla góða tuggan sem við erum bara að tyggja ofan í ykkur. Gleymið því. Já, það er rétt. Eitthvað sem við úlbæta við, er það eitthvað sem að... Var þetta stigagjöfuna eða síðustu leiki? Stigagjöfuna? Sko, mér finnst alveg fínt að fá 2 stig fyrir fellu. Já. Það er svolítið stór munur á fyrsta og öðru sæti. Það er alveg 7 stig. Já. En það er náttúrulega ekkert gefins að fá fyrsta sæti, þannig að... Nei, það er bara, það virðist vera bara ekki hægt lengur. Það er bara... Það er bara á það skuldlaust. Já, það er svolítið þannig. Og Kliks var náttúrulega með honum. Held að ég búin að vinna núna 5 af 7 leikum, sko. Það er rosalegt. Já, af 7. Það er galið. Hvað vann hann marga í sólum, varst það? Hann vann svolítið marga, sko. Já, ég man ekki alveg, þú veist, þetta voru 10, þú veist, kvöld, 20 leikir, sko. Nei. Hann var örugglega með svona 70% af þeim, sko. Já, ef ekki meira, jafnvel, sko. Já. Það var bara, hvað var ekki bara 3 sigurvegarar? 4 komið í síðasta leiknum. Já. Það var Elko-deildin 2024. Núna erum við Elko-deildin 2025 sem er búin að vera nú 4 kvöld af duos. Næstu 4 kvöld verða sjálfsögðu trios og eftir það eru 2 kvöld sem eru squads og eftir það er svo loka kvöldi sem eru haldið hérna upp í arena. Þá ætlum við að halda partí hérna. Nákvæmlega. Gerðu það núna, hvað var það ekki, í desember? Í desember. Það var gaman. Ekki. Þá varst þú að Gunnar í sofanum og kom veislustjóri og djúðurslæti í okkur hérna. Bara stemming. Já, það var mjög gaman. Bara stemming. Stemming að gera það ennþá skemmtilega 29. mars, eða ekki bótt hérna? Eitthvað svoleiðis. Við erum með, sko, við fáum að sjá líka í lokin bara hvernig dagskráin er framöndan.
í Fortnite. En þið sjáu hérna fyrri umferðina, þá sjáu þið að sjálfsög, það eru búin að vera breytingar með að við núverandi umferð og fyrri umferð. Já, það Gabby og Mythic FA sem Dora Explora. Þeir alltaf að breyta nöfnunum og gera þetta erfitt fyrir mig. Já, fyrir okkur. Já, fyrir okkur. Það óþolandi. Já. Það bara ákall fyrir ykkur hætti þessu. Stopp it! Nú að fara að gera enda meira að breyta nöfnunum. Sem maður bara eitthvað, Lester, nei fyrirgefðu, byrju Gagagugu, nei byrju hvað heitir hann eftir? En já, þeir tóku náttúrulega annarsæti, Gabby og Dora Explora. Já. Bættu náttúrulega fellu met. Áttu risaleik núna. Gætu verið að taka 25.000 kall heim til sín. Já, þægilegt. Það bara... En ekki nóg með það, Kristó fellur og Dr. Hákon falla niður í 15. sæti. Nei. Þið gera það bara víst. Já, ekki nóg með það. Svo, já, Liljar og Hák, þeir falla niður í Solo, eins og ég talaði það ekki það erfitt að ná stökki frá 7. sæti yfir í 2. sæti. Nei. Gabby, Dóra, já, ok, og gerðu það bara. Og það, mér sýnist að það sé rosalega lítil breyting á 10. til 5. sæti. Já. Upp á það til dæmis, þessi Viss 25 og Batman, þeir eru bara dottnur út af töflunni. Já. Og skellur í Viss, hann var inn í hörðum höndum í síðustu viku. Já, þannig að þú veist, þetta er eins og maður segir, smá breytingar á töflunni. Pældi samt í því, þeir eru að falla niður úr 7. sæti. Nei, hvað er þetta, akkur er þetta gaslýsa mig? Þeir eru í 7. sæti. Já, ég er að segja að þeir voru 5. Voru í 5, fóru niður í 7. Ég ætla að vera að tala um að vera bara farin út top 10. Já, þannig að það eru enga breytingar á top 10 töflunni. Nei. Þannig að það ennþá sömu spilarar bara í mismunandi sætum. Þannig að það enginn í 16. Gunnar þarf að eiga ansi stóra leiki að standa á orðin sín, Það enginn hérna í top 16 upp í 11 sem að komast í top 10. Nei, aldrei vita nema bara, það bara einn leikur eftir. Gæti gest á loka metrunum. Við erum að sjálfsögðu með 2 fjölnislið í top 10 núna. Já, og voru það líka. Banda, Steini, og svo Tonkertown og Slipstream. Herðu, ég var að kíkja eins á Twitch-streamið og það var allt logandi í tjattinu. Vegna þess að ég var að segja hann með Háká fyrir fram að sig, Já. Hann var að kommenta. Ég er ekkert í Kópavoginum, ég er engin Kópavogi. Þú veist, Háká, handklæðnings fyrir Kópavogs. Já, þá er þetta bara eitthvað annað sem maður múið skýra sig maður. Háká eitthvað, já, bara gaman að taka það fram. Háká með ræðjast og lið? Ég veit ekki hvað þetta Háká þýðir, Nei, ég er bara handboltafélag Hafnarfjörður, nei, Kópavogs eða hvað þetta heitir. Handknattsfélag eða eitthvað. Er það með aðræðfjörðudild, veistu það? Ég er ekki alveg klár á það, en mér er það líklegt, Já. Var hann ekkert að segja þér hvað Háká stendur fyrir? Já. Nei, ok. Hann kannski gerir það bara núna. Það kannu vera nú að, ef alltaf að leiðra okkur, gera það alveg. Já, þannig við getum komið með það í beinu út. Þannig að, já. Eitthvað sem kemur þér mikið óvart hérna í breytingunni? Úr 258 stigum yfir í 299 stig. Rosalegt. Ef þú myndir vinna leik, þú myndir fá 25 stig. Það er bara alls ekki nóg að vinna leik og fá 25 stig. Vera með 10 fætur og fá 20 stig. Það er lítill munur á öðru 3. og 4. sæti. Það gætu gert breytinga þar. Eru Solo Gabby og Vulture mitt KFF að fara að haldast í öðru sæti? Með að eitthvað komið á eldi í fyrsta leiknum og þá bara sé ég akkur ekki, Og svo var þessi tacos, þau hljóta verið í topp 15. Þeir voru sterkir, Mjög sterkir tacoin, En ég hugsa eins og sé hvernig Gabby og Dóra komu inn í fyrsta leikinn bara eins og sé á eldi. Já. Þá sé ég ekki enga ástæðu fyrir því okkur þeir ættu ekki að geta haldið þessu öðru sæti. Nei. Sem ákveðið Monti því líka að hafa slegið út Kristo. Já, það er það, Og líka eins og ég talaði að koma úr 7. sæti yfir í annað, það var nú bara hypothetical, Já. Við bara gerðum það. Einmitt. Og þá er náttúrulega spurning, eins og með hann leik, spurning hvort við fáum að sjá endursýningar. Já, það var svolítið gaman ef það er í boði, Þannig að, já, fáum að sjá það að sjálfsögðu bara... Þegar þeir nenna, það er svolítið svoleiðis bara. Já, þeir nenna. Skilja okkur lengur búin að reka. Eru sveittir á töppunum bara? Nei. Þeir eru að borða inn á pilsunum núna og bara hákið sér nammi. Já, eina fór bæðinins bestu. Já. Við komum með eina sendingu þegar í fjallu. Það bara byrjar fyrsta. Þú varst í, er það rétt munið að maður öskudeginum eða hrekkjaukunum, þá varst þú í pulsubúning. Ég var pulsa. Þú varst pulsubúningur? Ég var pulsa. Akkurat. Herru, hérna er endursýningarnar.
byrjum að sjálfsögða á Tentacles. Já. Þeir eru 2 heitaðir sama. Þetta svona bilið sem maður vill sjá. Ekki of langt, ekki of stutt. Já. Einn að keyra hinn tilbúin að taka niður veggi. Já, nákvæmlega. Þannig að spila þetta með 98 builds. Sjáum hérna hvað Halla blika. Tekur launchpadinn. Já, fellur í loftinu. Já. Það nökkvi. Fyrir nökkva, einmitt. Svo fór hún beint í að fiska bara. Já, það er fiska sem róa. Það er rétt. Þetta er, ég ætla ekki að segja þetta nátt hratt. Ekki mörgsunum heldur. Nei. Big boy. Dóra Explorer og Gabbi. Þeir voru sjóðandi heitir. Bara á eldi, sko. Bru og... Þetta er nú einn af þeim sem er alltaf að breyta nafninu sinu. Já, mannstu hvað heitir? Þetta er Lester. Þetta er Lester. Meiri leiðandi núna. Gagga Guggu. Þetta fær hann fyrir að breyta nafninu. Já, það er bara alltaf sem myndi sínum nafninu að skamma það. Seymour og Kristó. Fjallu úr öðru sætinu. Taka niður nökkva. Gerði þetta fallega þannig maður. Já. DNS náttúrulega tekur strákana í runnanum. Finnur fyrir þeim þarna. Tekur King Kjúla. Og tekur þarna út. Við komum third party inn í það. Nei, var þetta ekki bara Kliksfann? Hérna er Steffen, var í skúla. Munum hvernig það endaði. Mér. Erfiðu dagur skipst hann fyrir skúla, sko. Já, hann var skúli, nú var hann skúli. Dóra the Explorer, nálgast fylki, andra en BSG. Hann tók á báða út á það ekki. Jú, báða fylkismenna, dansar á það. Já, það er disrespect. Hann er Gabbi, hann fór hann í bakarísverðina, fekk þeirri súkkulaðisnúð. Tekur Háká. Já, Háká. Hann er náttúrulega ekki úr Kópavoginum. Ekki Háká, ekki Kópavoginum. Nei. Hann ræstur svo. Þarna hann veit af þeim hann uppi, sko, það verður. Hann byggði ekkert fyrir ofan sig, sko. Þetta er súkkulaðisnúðurinn. Já. Tekur Gabbi út súkkulaðisnúðinn. Frekar auðveldlega. Já, fallegt. Mjög gott. Verði að fresta sig. Gabbi og Dóra náttúrulega með 7 fell. Og Steini næstu bara að ná þessu. Já, hann laumast þarna inn í runnan. Já. Þetta er þann sem að virkar ekki þegar liðsfélagin fellur svona. Eins og Háká Pipponga gerði. Nei. Ég bjóst því að hann myndi bara byrja því að leika sér. Já. Hann myndi koma bara í móta og svona. Nei, bara á tvölddagunum keyrandi á rest. Já. Þetta fór... Þetta skilaði með skoðstu sigri. Þarna í rauninni tekur hann annarsætið af Kristó með að fella hann, sko. Já. Sem maður þarf að gera þetta. Einmitt. Þarna erum við komin í endgame. Sem er svolítið hægðara satt en gert í þessu lobby, sko. Þó að hann af vísu gerði það fyrst á umferðina. Tekur Sigmar auðveldlega út. Já. Þetta er endgameið þar sem að Denas, þarna sem að Dóra Explorer tekur út Denas og Kliksfann bjargar þeim. Sko, sjáu þetta. Að því sögðu, þá erum við að fara í leik nr. 2 sem er 8. leikurinn í þessu Duos móti. Já. Þannig að já, við erum bara eins og maður segir, við erum klári í bátana, það er allir klári í bátana. Þannig að við erum bara skiptið í rútuna bara eftir bara örfá sekundur. Mjög, já, þarna kemur rútan. Skemmtilegt að þessi hvítiskjá, sko. Þessi transition, þetta er svona playback. Nú þurfum við að bíða eftir biðinni. Já. Það er mjög gaman. Þarna.
sko, og það ekki ennþá komið val til svona þema á rútuna. Nei, ekki ennþá, en við erum mættir síðasti leikur í dúosmótinu. Í Elko-deildinni. Heldur betur. Og leikmenn að tínast út. Búið að fylla bensínu á rútuna. Blásvæði. Hann dísel þessi sko. Þetta dísel? Já. Þarna FH Því og Stöffi, spjöllum við hann áðan. Skemmtilegur drengur. Sem að tölum líka þetta þegar tríó spyrja að fólk mun þurfa að splitta lið. Já, það rétt. Og þeir einmitt að því sko. Já, það sko. En ég ekki ánægður líka með ástæðina sem hann gaf upp. Það bara það að ég og Nökkvi við fungerum vel sem dúó. Við fungerar kannski ekki sérstaklega vel þegar eitthvað annan nafn er blandað inn í það. Það rétt, það svolítið en maður þarf bara einhvern veginn að. Þá ég ánægður með að það taka það bara ákvörðun en ekki að gera það fyrir mjög lið. Einmitt. Kleinar. Svo tökum við þátt saman í FNCS eins og það talaði. Kleinarinn lág. Já, þú veist, ég bara hvet alla leikmenn til að taka þátt í FNCS sko. Já, klálega. Það bara skemmtilegt plattform og mikið að tækifærum. Við dreymir að sjá íslenska spilara á. Ég held að það sé bara ekki langt í það. Nei. Hver verður? Verður það Denas eða Ækristó? Það verður Denas. Lester eða? Eins og segja, ég held að Denas og Kliksvann í dag, þetta mest dominant íþróttalið í sinni íþrótt á Íslandi í dag. Það rétt. Það hárrétt hjá þér Aron. Frosti, Pickle Rick fallinn. Pickle Rick. Liðið þeirra heitir einmitt eitthvað svona. Það heitir bara Pickle Rick heldur við. Pickle Rick. Og Stöffi líka fallinn. Halli Bliki tekur hann út. Já. Cinderella að taka út Pickle Rick. Nær hann reboot kortinn hans? Ég veit það ekki. Hæpið. Það þarf ekki að vera, það er býða ekki mjög á því. Það með þessu. Halli Bliki hérna með eina fellu. Nökkvi komið þess að trubla þetta. Gæti verið að fara að ná sér í 2. Nei, Nökkvi tekur nú strax. Það dagur. Var það ekki Nökkvi sem tók út dag einmitt í fyrirleik? Einmitt. Það skeitt þess að fram milli sín. Já, hann að hefna sín. Þarna okkar maður, Gunsi, búinn að skipta skinn með grímuna. Hérna að fara í Frost. Ég get ekki séð okkur ekki, ég Frost í lár. Hann veit að kannski ekki sérlákur. Með eldgrímuna. Spurning hvernig hún virkar í builds. Virkar verið í zero builds. Það er bara allt í lagi sko. Ég tæk alltaf teleport grímuna fram yfir. Hattur og fattur. Hattur og fattur og sérhallátur. Já, nákvæmlega. Bruð að fela sig þarna, þau vita kannski ekki á honum, eða hvað? Jájá. Byggir sér vel, safnar matt, tilbúin í slaginn. Sérlákur og hattur og fattur á móti Emil og Bruð. Þetta bara full. Emil og Bruð koma sér fyrir í húsinu. Gríman gerir smá skaða. Komið 45 builds. Sjáum Emil laumast þarna, komist fyrir betri staðsetningu. Sérlákur gefur liðsfélagann sem að sjálfsögðu Mini. Ég held núna að Lesti sé bara, má ég fara Emil? Má ég fara að státt með á? Já. Emil, má ég fara? Elko-deildi Emil. Hann var náttúrulega í Reykjavík International Games. Þekktu líka fyrir Emil að taka þess að fara sín tíma. Já. Þannig að mér fannst þetta mjög áhugavert lið til þess að samínast sko. Sammála. Við erum búin að sjá mikið af Emil. Og Lesti líka. Og að hinum endanum að bara aggressífi. Já. Þeir eru svolítið þar. En svo segir Emil aðeins rólegri heldur en Lester. Töluvert. Þannig að þetta er skemmtilega svona yin og yang sko. Já. Eins og sé, ég held að Lesti sé núna bara má ég please? Má ég? Já. Þeir eru eftir í eldgríminu. Getur notað hana svolítið. Nei, herðu. Gerði hann 100 damage við hann? Já, það er gott. Nei, mitt. Hérna er Denas. Takk út Figo. Tekur nokkur hitt á hann. Síðan þannig hafa náð að sleppa í bíli allavega. Sjáum hérna Denos. Hattur og fattur tekur út Emil. Denas tekur út Figo, elskar dæm. Skerlákur lár. Það var báðir. Já. Það var hann að flýja. Já. Og Lester nær að flýja. Sérlákur og hattur og fattur. Hún á milli steins og sleggju.
fastir í holræsinu. Gera bara þannig að það komi enginn fyrir aftan á. Allavega ekki annars og vitrað því. Bónus grísin segir þessu í 40 eftir. Hann með þessa fínu SMG. Þeir eru, já, hringur 2 hefjast. 39 leikmenn eftir. Nú ert þú svona zero-build-kall. Já. Þessi SMG, hún jafn góð í því og... Alveg geggjuð að spreyja, sko. Maður getur fellt leikmenn á einu maggi, sko. Á einu? Já. Okay. Bara með headshot. Já. Steffen og Breki. Komið sér vel fyrir. Fyrir að taka skada á Steffen, sástu það? Náði því ekki. Nei. Markus líklega. Fellur svona fallega inn í stein. Já, felur sér fyrir í stein. Gabbi hérna og Mythic Loki Fine. Við erum bara breytum nafn aftur. Jújú, hann er búinn að einn. Hann hlustaði á þig og hann var að stríða þér. Hann er að stríða þér. Þetta er ekki hægt, það er illa mann í vegið þarna. Ég man ekki eins og hvert upprunalega nafni hans var, sko, þannig að... Það var eitthvað Mythic eitthvað. Svo var það Dóra. Markus og CX. Hann hefur verið snöggur að þessu. Breytum nafn? Já. Ég ætla að stríða Aron og Stefán. Er það ekki smálega admin sem það þarf að gera til þess eða? Já, tekur 1-2 mínútur. Hann er Gunsi. Hann okkar maður, ennþá lifandi. Með enga fellu. Mögulega að færa eitthvað placement point. Hann er einu sæti frá því. Hann er svona leiðilegan AR, sko. Það er ekki skóp á hann. Kristó og Sigmar. Challenge að hatt og fatt. Nær litlu skot á hann. Sér að Sherlockur er að fela sig þarna. Nálgast hann. Denas. Kliksvann. Kristó Sigmar. Þeir eru með 3 fellur félagarnir. Já. Gætu enda í topp 3. Ef þið falla núna þá nei, því að Gabbi og... Ég vil bara segja vinur að skappa. Já. Bara... Þeir eru líka með 3 sko. Hann fær ekki name drop. Nei. En hann heldur að breyta nafninu sinu. Sjáðu Denas. Hann er ekki búinn að breyta nafn síðan hann byrjaði erfalleitinni. Nei, endar hann vinur minn. Já. Ég líka af hverju að breyta því að það var þetta nafn. Nei, nákvæmlega. Eins með Kristó sko. Bara classic sko. Kristó og Sigmar. Þarna sér hann Lósson sem er ekki búinn að byggja neitt í kringu sig. Hittir hann vel. Hann er að flýja með grímunni. Kristó þarf að elta hann. Hungraður í felluna. En Denas kemur í third party. Gæti dottið niður. Hann er með grímu til að bjarga sér. Hann er á svolítið hálum ís. Tilbúið með grímuna. Þarna tók Kristó Lósson. Og Denas ætlar að svara í sömu mynd með því að taka Sigmar og Kristó. Hvað gerir hann? Denas með 12 splash. Eina shotgun, eina AR, hann þarf ekki meira. Grímuna. Sigmar er komin í vandræði. Þeir eru svolítið mikið í því að keyra á Kristó. Það er skemmtilegt. Já. Það er svona ákveðin rígur á milli sko. Jú, fyrst á annars þetta í elgótdeildinni. Denasi tókst hann ekki að skáka Kristó í rigg, sko. Nei, þetta er líka svolítið öðru sér format í rigg. Í lóðarkvæmlega, það er svona hérna... Zone Wars. Já. Já. Denas að fara hann í Sigmar og Kristó sem eru búin að ná ákveðinni fjarlægð. Ég langar ekki dínast lag. Nei. Ég líka megi ekki við því að falla núna. Nei, hann er að gefa honum smá shotgun skot. Gefur honum örgulega mini líka. Hann er sjálfur með mini. Þar á þessum big pot að halda. Nú skipta samskipti miklu máli. Sigmar láti vita að hann vanti big pot. Það er svolítið vont ég mitt líka núna. Hún er með lið á sér. Já. Hún elta sig. Sem hefur engu að tapa. Já, hann kasta hann að big pot. Já. Sem hafa engu að tapa. Einmitt. Eins og Denas og Kliksvann. Þá verður eiginlega bara bakka sko, því að þeir hafa annars að tapa, þeir eru cirka bát jafnir núna á öðru sætinu. Það verður við bara að fara. Bara bakka eins hratt og þú getur? Já, bara...
Leðið þú svona fattar að þetta eru þeir neitt bara að gefa neitt eftir þeir hafa bara engu að tapa, þeir eru bara að leika sér. Við erum að sjálfsögðu að horfa á umferð 4, leik 2. Það er leikur 2. Sérlákur í ágætis málum með hatt og fatt þarna. Við þurfum eiginlega að fara að komast að því hvort þetta sé út af Sabrínu vinkun okkar eða hvort það sé bara smiður. Já, Carpenter. Já, hann kommentar inn í Twitch-stjættu eftir og segir okkur hvort hann sé aðdáandi af Sabrínu Carpenter. Það er svona svipa, Sabrína, Seppi. Herru, hann er í runnanum. Já, hann ætlaði í topp 10, hann er komið með stig. Hann er komið með stig. Topp, já, 20 lið. Já, akkurat. Hann er komið með stig. Já, við fáum að heyra það úr kassanum. Já, ég er stoltur af honum. Hvað gerir hann? Ætlar hann að hinkra bara? Hann er með fjólublátt út. Hann er ekki það langt frá zóni. Hann er bara í góðum málum. Af hverju ekki að hinkra bara aðeins? Seppi með útsendingunni í gangi. Þarf að boxa sig inni og skrifa á chatti okkur hann heitir Seppi Carpenter. Gerir það bara eftir leik. Sjálfsögðu. Seppi og Mörgæsin. Skemmtileg nöfn. Það mun að denast í miklum hasar. Þetta er ekki bara þryggjalega slagur eða? Jú, þetta er alveg þryggjalega slagur. Tacos ekki langt frá. Denas nýtir sér runnan til að fela sig. Bara með eina fellu en búið með hinn 6 blössin. Markus og Hattur og Fattur nálagt. 10 tacos, blanda sér í slaginn. Bara að láta vita á sér. Já. Þeir eru svolítið langt frá okkur öðrum núna, 10 tacos, en samt svona nógu nálagt. Það er bara fínt. Og dreif úr sér. Og slamin að tróni. Já. Það er að sjálfsögðu 4 hringir, komnir á 12. 37 leikmenn eftir. Það er allt í lagi að hafa eitthvað bil. Hafðu svona nógu lítið bil og er snöggur að koma í aðstofum. En verður samt líka það alveg langt frá að ég er að koma mismunandi áttum. Já, vera vakandi fyrir því. Okkar maður Gunsti ennþá inn í leiknum. Denas að sjálfsögðu reyna að taka út Markus, svona aðeins að pikka í hann. Stefán er farin að berja í borðinu hérna. Sjáum Markus, Sajax, fær í 10 tacos. Já, og Markus tekur út hérna 10 tacos. Það var það Markus á hann, ég held að mér sýndist að vera Shax. Shax og Markus, það var 1 taco eftir. Það var 10 viðbót. Já, 10 taco eftir. Þetta er það sem ég tala, núna var allt og langt á milli þeirra. Já, svolítið langt á milli. Þá getur ekki komið í aðstofuna þegar á því vantar. Mikilvægt að passa bílið einmitt, bara eins og þegar maður er í ökukynnslunni. Nákvæmlega. Ekki hafa allt og langt bíl á milli. Hann hafði 1 bíl. Já, ég hef alveg 2-3 bíla sko. Er það? Já. Ég hef allt og fá bíla, ég er svona fórum móður. Ég gæi alltaf á vinstra blikkalla. Já, heggi. Jú. Hvað er hraðar? Það er hans ekki lengi að sækja sér fleiri splöss. Hann vill vera með 12 splöss. 8 er ekki nóg. Leipir bara inn í bæjar spettuglíðu. Já, BP. Allir eru alltaf langt frá okkur öðrum. Denas nýtir það. Það er að bjarga sér. Nei! Herðu! Bæjarins bestu Benny og fellir Denas og Denas fellir Ragga. Kliks var nær að vinna þetta. Kliks var nær að resta Denas, ég trúi ekki öru. Jújú. Nei! Það kemur Kristó kemur að klára hann. Hefni sín, spurning hvort að Kliks var nái korturinn á Denasar eða hvað? Stormurinn orðinn 1 tikkar. Stitt síðan verið 2 tikkarar. Þótt að Kliks fann Denas séu öryggi með fyrsta sæti.
Ég hef samt trú á Kliksfjörn að vinna hann leikjabæl sko. Hann hefur það allt í sér. Þá þótt hans í öruggu með fyrsta sæti og þeir. Þá hann samt bara á fullu á tvöfaldartakkanum. Já, ég þarf að gefa þeim stórt hrós fyrir kvöldið í kvölda þegar þeir höfðu ekki til að spila fyrir. Nei. En þá bara nýttu við þetta bara sem bara æfingarleik. Sjálfsögðu. Fyrir FNCS. Ég skora á Kliks og Denas að fara í FNCS. Þeir eru svolítið mikið í qualifier. Já. Ég veit ekki hvort þeir spila saman, þeir eru að spila það sko. Já, veistu hvernig þetta virkar með FNCS til að komast inn í það sko? Ekki hugmynd. Nei. En ég skal komast að því. Já. Segir fólkinu það eftir viku í tríósinu. Já. Digg. Það var líka mjög áhugavert að sjá hvernig tríósin munu virka, hvort það verður Denas, Kliksson og einhver annar eða hvort þeir splitta. Denas og Ækrist og Kliksson. Jesús. Digg. Big boy. Já, passa að segja þetta hægt. Framhaldsteimið að hlæja hérna. Herðu, hann fellur fyrir Fjölnir Steini. Tekur út Digg. Big. Hann er að fá fullt af stigum. Já, hann er komin í topp 18. Gríman er að koma honum á góðum notum. Já. Hann er með 2 medkit. Já, það er bara það sem við erum að spila á held ég. Vel gert. Þetta er strategy. Veit samt í hvort það skilur topp 10 en að minnst kosti topp 20 í... Ég ætla að trúa. Ég ætla að trúa. Ég meina 25 stig fyrir fyrsta seti. Það væri gaman að sjá hann taka fyrsta seti í solo. Mikill hans var hjá Breka, Markusi og Sherlocki. Sjaks. Súpa mín í hana. 18 lið eftir. Hringurinn er hálfnaður. Það fer nú bráðulega að vera ansið þrautt í mannin. Það er rétt. Er ykkur búinn að fara upp á eiginu að sækja medalíuna? Það er svona Ækrist og Stafur en það hefur ekki verið gett að hingja til held ég. Nei. Markus, góðum málum. Sama skinn og Denas. Hann var okkur rebúta. Örugglega. Við sjá hann falla á hann. Fjölnir, nafniðinn. Fjölnir að taka. Ef hann er fættur í Grafarvogi. Já. Það var bara álið svo ég. Fjölnir á móti Fylki. Denas er komin tilbaka. Denas er komin tilbaka, hann var ekki lengi að því. Já, kannski smá lengi, ja. Þetta er bara flott. Taka pásu yfir bara ekki putanum. Denas hérna á móti Fjölni. Denas og Kliksmann í góðum málum. Æ, þú verður að passa bakið. Já, Gumsi tekur út Fjölni Aron. En? Ég held að hann viti hvað ég er að segja núna, sko. Tonka er að ressa hann. Hvernig gengur það? Já, það þarf að halda vegnum líka. Hann að heyri þessu. Já. Hann þarf að vera snöggur að hýla hann Aron, nafniðinn. Ég held að hann sé að hugsa, ég er búinn að segja þetta svo oft, þú verður að passa bakið að þér. Ég veist að Aron sé núna að hugsa bara, alltaf hefði nokkuð séð það. Gunnar okkar maður. Hann er kominn. Hann ætla að lenda beint í heita liðið. Herðu. Kampa, fíla það. Herðu. 29 leikmenn eftir, 15 lið. 28 leikmenn Ækrist og að taka út Cinderella. Hann er í góðum málum að þetta í grassinu. Ég er gaman að þessu. Með sprætinn með sér. Maðurinn sem hefur sigrað 100.000 krónur í FNCS. Kristóf Sigmar með 6 fellur samtals. Dýr ætla að koma þeim upp í annarsæti, ég veit það ekki. Stólklegt. Placement pointinn fara að tikka. Ég þarf að hringja í Gunnar eftir að hún er í topp 10. Það ekki? Jú. Símaviðtal. Já, ég gerði hann ekki hérna, ég ætla bara að hringja eftir að óskum hamingu. Já. Ertu búinn á topp 10 í leiknum eða á stigatöflunum? Ég man ekki hvað hann sagði. Svo komst það þér. Hún er minnst komin í topp 27. Kliksmann, takk út turbo. Fúsi passaði ekki baki á þessu eins og þú sagðir Aron. Passa baki. Það verður. Þannig að passa hann baki á sér en er það nógu fljótt? Nei, Kliksmann tekur Fúsi turbo. Þeir eru með medalju sem að pingar fyrir þá.
Já, hann vil meina að hann kæmist í topp 10 eftir kvöldi. Það er að snart gert, eða? Hæpið. 13 lið eftir. Getur allt gerst. Elko-deildin í beinni útsendingu. Bæði þarf hann að finna nokkra fellur allavega og... Heyrðu, Gabbi! Nei, talandi tók Gumsa B. Okkar... Það er hann ekki. Lýsanda, jæja. Hann kannski bara hringir í þig. Örugglega. Hólf lið eftir í síðustu umferð Elko-deildarinnar í Duos sem heldur að sjálfsögðu áfram í Trios í næstu viku. Fíko elskar dæm með Gumsa. Hringurinn er orðinn þröngur. Við erum komin í 8. hring. Andri að falla þarna eða eitthvað, mjög lágur. Hvað labba hann bara í andlitið af einsinn og... Sýnist það. Sýnist það. Hattur og fattur í horninum. Fjölnismenn ennþá inni. HBA, Rikki og Steffen, Fjölnismenn. Já, fleiri Fjölnismenn þarna. Þetta er skemmtilega svæðið sko. Já, Dagur og Halli Bliki í horninu. Með high ground. DNS. Færa í sín okkur skot. Ækrist og Sigmar í miðjunni. Það er sjálfsögðu síðasti leikurinn í Duos-mótinu í Elko-deildinni. Leikur 8. Af 8. Tonka með eina fellu. Kristó tekur hún Denas aftur. Já, honum er heitt í hamsi. Fjölnismenn tilbúin með grímuna. Sama skinni sýnist mér. Svona að spila þetta. Þeir vilja. Komnir í topp 10. Kannski tekst Fjölnismönnum að halda sér í topp 10 á stigatöflunni, en það er mjög stutt frá því að taka út Steffen sem að bjarga sig fyrir hornið. Halli Bliki og Dagur ennþá með high groundi. Lágir HBA eru virkilega lágir. Já. Halli Bliki með eina fellu. Þannig að falla nokkur. Kristó réðst bara Fjölnisliðið. Já. Spurning hvort hann taki hitt Fjölnislið þá eftir eða. Þarna er einn úr FH. Það er Dagur. Já, getur verið. Nei, hann er þarna fyrir neðan. FH Þorri. Halli Bliki og Dagur með high groundin. Bjarki og Steinu úr Fjölni ennþá þarna inni. Það er að Kristó hafi verið búin að fella Denas eða? Já. Jæja. Sextán leikmenn eftir í 8 liðum. Já, ég var bara ekki að taka eftir FH og Þorra bara mótið fyrir núna. Já. Vel gert það. Komum svo ofalega, topp 10. Grímur og Þorri. Hringurinn færist mjög hratt. Við erum mjög komin í 10. hring. Nei, það er FH og Þorri, þetta er skipning í toilet. Það sjálfsögðu. Já. Ég þarf að ræða við faðir hann sem var á nafnurendingunum. Já. Halli Bliki og Dagur með high groundi ennþá. Fjölskyldusteini. Fjölskyldan. Þarna er verið að pinga. Það er ekki séð Þorr, nei hann hérna Dag og liðsfélag vera að taka high groundi mikið og Hallablika. Nei. Við höfum ekki verið að séð að gera þetta. Nýtt fyrir þá. Já. Það er ennþá bara 8 lið eftir. Tekið úr kennslubókinni. Er Halli að fara að taka hennar mæk hérna. Allavega. Skora á það. Sjáum hann. Já. Það eru 10 spilarar eftir í 5 liðum. Halli tekur út Markus. Kastar hann niður. Halli ennþá með heggrundinn. Tekur út CX. Halli og Dagur með 4 fellur. 4 lið eftir. Það er einhverju sólós.
Kristór ennþá inn í þessu. Og Fík og Gabbi líka til að halda sínu liði í topp 2. Já, Gabbi veit nákvæmlega hvað hann er að gera. Þetta gæti verið skilin á milli annarsæti og þriðasæti sko. Já. Kristór hann er komið með 10. Já, hann var grimmur í þessum leik. Ég held að það Denas þriðasæti. Gabbi fellur út. Það voru bara 5 leikmenn eftir. Það gæti vel þýtt að Kristó hafi verið endurinn annarsæti. Já, Kristó, hvað var ekki Lester eða? Kristó og hann hérna Sigmar. Já, Sigmar, Herðu! Og það er dagur að Hallibliki fyrir á 9. sigurvegara. Hvernig? Hallibliki í mótar á okkur. Hann taka sigur. Það er ákveðið trend að við fáum að sjá 9. sigurvegara í síðastari. Já, þeir taka síðasta leikinn með tromp. Já, það var virkilega vel spilað. Þeir eru sama skinnið. Virkilega vel spilað hjá þeim. Það er dúos lokið. Já, fallega stef spilast inn undir. Nei, það var virkilega góður leikur hjá Hallamblika og Dag. Við höfum ekki verið að sjá það og taka hægóðum mikið. Nei, en þeir gerðu það og það skilaði þeim þessum sigur. Já, klálega. Sér það að Kristóf festist hann undir þeim, hann var undir vatninu líka. Það er mjög mikilvægt að vera frá hann. Eftir sko örskamma stund, þá fáum við að sjá stigatöfluna. Við sáum að sjá hvort Kristóf sé í öðru seti. Ég væri hins vegar til í að byrja á stuttum auglýsingum. Þannig ekki fara langt. Wait, is he switching lanes? Já, verið velkomin tilbaka. Eins og segið, dúosmótið var að klárast. Hvort fannst þið betra sólos eða dúosmótið? Svona skemmtilega að horfa á. Sko, þetta var náttúrulega 4 kvöld núna. Svona snarpara. Já. Svona brýtur þessu upp. Þetta Fortnite samfélag og rafið þótt, þetta ætla að þróast, sko. Þannig að ég fílaði dúos og svo eru tríos líka skemmtilegt, sko. Já. Gaman svona snarpar sirpur. Já, klálega. Og ég, 10 vikur var svolítið mikið. Já. Jú, það var mjög gaman. Eftir að hyggja. Það var mjög gaman þessum aður, sko. Það var bara ákveðna deild í x mánuði. En ég held að ég kjósi alltaf frekar þetta 4 vikna dæmi, sko. Það verið forvöld líka að sjá með haustinu hvernig alkoholdeildin áttur að þróast, sko. Það sem að verið bara miklu betra forvöldslega er bara hvernig eru menn að taka, hvernig er fólk að taka í. Við viljum bara fá hvað fólk hafi hátt hvaða fyrirkomulag er best. Já. Þannig að ég geti sendt okkur það á Discord, kommentarkjörum og samfélagsmiðlum, hvað sem er, á öllum samfélagsmiðlum, chatun á Twitch. Mjög góða punktur. Discordinu þessuna. Já, vera virki í þessum athugasemdum. Nákvæmlega. Og fylgjast það sjálfsögðu með rafíþróttafréttum á MBL. Það er bara nógu hátt til þess að hann Tóti þarf að skrifa grein á MBL. Já. Hvaða fyrirkomulag ykkur fannst best. Já, akkurat. Eitthvað sem við leikrumur 2 sem komið róst. Já. Mér finnst Gunnar komið smá orð í runnanum. Hann lofaði topp 10 og hann stóð ekki við það. Nei, þetta svona Gunnar í runnanum var svona smá svona þjarkur í blöðrunum svona semi-vibes. Já, þetta var svona semi-vibes. Já. Endaði hann í trénu og skemmtilegt, sko. Já, mjög gott, sko. En ég ætla líka að hrósa Jensínu og Denasi mikið fyrir kvöldið í kvöld. Því að þeir voru ekki að spila fyrir neitt í kvöld. Nei. Komu samt bara sterkir inn í fyrsta leik. Akkurat. Topp 10 í öðrum leik. Já. Og þú veist, því að notuðu bara tækifærið og æfðu þessu í rauninni. Nákvæmlega fyrir FNCS eða annað. Já, bara fyrir næstu alkullin. Æfa sig bara almennt, skilur við. Það þarf ekki að vera fyrir neitt. Nei, bara til að verða betri. Í leiknum. Nákvæmlega. Við viljum endilega fá að sjá bara stigatöfluna, ef að kíkja hana. Já. Hvort heldur það hafi verið Gabbi í öðru sæti eða Kristóliði?
Ég ætla ekki að nefna Dora Explorer Mythic nafni einu sinni núna. Nei, breytum nafni miðjum, sko, milli leikja. Já, þetta er full mikið, þetta er fullgróft. Já, þannig að það er bara að vera að gera stigatöfluna, klára bara as we speak. Já, við getum skoðað náttúrulega endursýningar með hann. Já, það ekki. Fyrir að greina. Það væri skemmtilegt, bara mjög gaman, sko. Byrjum að Sherlocki. Já. Sherlockur og Hatcher og Factor taka þarna út. Emil. Og Bru tekst að flýja þarna inn í holræsið. Þeir eldan. Steffen. Þarna erum við með, já, Breka og... Á B-bræðinu. Já. Markus Drafti er líka bara skemmtilegur sem mútið. Já. Þarna sjáum við iCrystal bara taka Lóson út, sko. Bara mjög vel, sko. iCrystal líka kom með ákveði breakingast eftir þennan leik. Hann tók út Denas 3 í þessum leik. Æskemmtilegt. Það var smá svona góðlátniðan banter í þessu. Já, þarna fjall Denas fyrir Bæjarins bestu liðinu. Nei, það var hérna... Jú, hann nokkaði hann og iCrystal kom bara að sópaði. Já. Þetta var hérna Bæjarins besta stimpla sinn með því að fella sigur LK-deildarinnar 2004. Ég ætla ekki einu svona að segja nafnið á þessum. Já, það þarf að vera svolítið meira varum við þetta. Húsi Turbo á móti Klicksfan sem að bara keyrði inn í kassan. Já, þetta er náttúrulega Jensína. Já. Við veitum alveg hvað hún getur. Halli Bliki hérna sem að sigraði ásamt Degi. Þeir sigruðu 8. leikinn. Leik 2 í kvöld. Takk út Markus og fleiri. Sjáum við mitt. Hann er með mjög gott lút. 4. fellan hjá liðinu. Þannig að sérðu hvað það getur verið mikilvægt að vera svona hátt uppi, hærra en allir hinir. Já, hæggrondin sko. Halli Bliki og hérna og Dagur, þeir hérna tóku bara hæggrondið og svo bara voru nokkur svona challengear sem ég hefur ekki vanað að sjá heldur, en þeir bara stappið svona fótunum og svo bara nei, þetta er mitt. Já, það virkaði ekki. Og þarna mitt festist iCrystal langt fyrir neðan þá, kemst ekki upp. Auðveld fella fyrir það. Þetta voru endursýningar kvöldsins og já, þú veist, þetta er bara búið að vera mjög skemmtilegt bæði þessar 10 vikur sem voru 2024, núna 4 vikur af 2025, 3 svo fyrir að hefjast, þannig að... Hvert sér þetta fara? Þú veist, eins og hérna bara, hún er alltaf stækkandi og stækkandi og stækkandi. Hvert myndur svona ímyndaðir að við náum? Bara deildin og... Já, bara almennt. Spilararnir, já, þú veist, sko... Fortnite-serien á Íslandi er náttúrulega vaxandi og eins og ég var að segja áðan að það væri gaman að sjá þessar leikmenn taka þátt í FNCS og líka bara á Íslandi sko, þú veist, fleiri mót, fleiri lögn, hærri, þú veist, velunarfé, skilur við, eftir því sem taka fleiri þátt, bara stækka sérna og hvetja vini og vandamenn til þess að horfa á sig í sjónvarpinu sko. Já, bara taka þá sjálfur líka. Já. Ef þú bara spilar Fortnite, af hverju ekki að sjá hvað á stendur og það er einn leitur að sjá það. Nákvæmlega. Það er að taka þátt í þessu. Einmitt. En ég held að sé ekki það langt í það við sjáum íslenskan spilara mæta og FNCS lokamótið og ég held að það verði DNS mjög alveg Jensína með honum sko. Já, og fyrsta kannski áhorundur sem eru heima að sitja og velta fyrir sér, við erum alltaf að segja FNCS. Já. Það stendur svo fyrir Fortnite Championship Series eða basically bara heimsmeistaramótið í Fortnite. Ekki heimsmeistaramótið, það er ákveðið World Cup líka. World Cup, já, þetta er svona Championship Series. Já. Svona eitthvað ákveðin deild sko. Algjörlega. Þetta er bara LK deild að heimsmæli hvað það er rauninni. Já. Nóg það. Ef við sjá hvernig þetta fór. Sjáum hvernig þetta fór. Er þetta alveg reddi í það? Herðu, efstu 3 sætin eftir umferðina. iCrystal nær öðru sætinu. Já. Það er þessi síðasta leikur, 11 fellur. Ég sá ekki hvað segma með margar. Engi sigrar hjá öðru og 3. sætinu. Það er galið. Sko, svo ég segi þetta bara hérna. 3. sætið í LK-deildinni, Duos 2025, er Solo Gabbi og Vulture með 51 fellu og 179 stig. Sigmar, L2, R2 og iCrystal, er það ekki?
með 44 fellur 197 stig og við sjáum það að munurinn er 15 stig. Já, það ekki mikið. Á öðru og fyrsta setinu. Fyrsta setið í Elko-deildinni í Duos 2025 kemur þeir óvart. Nei. DNS 13. Jú, bilið á milli kemur mér risa mikið óvart. Þetta eru sko 200 stig næst í bilinu. Ekkert næstu í þetta er 215 stig. Já, 215. Já, Nei, 115 stig. 115 stig. Við erum svo geggjaðir í stærðfræði. Alveg sko. DNS 13 og Jensína. Jensína a.k.a. Kliksvann. 5 sigrar, 77 fellur, 312 stig. Þar hafið það, kæru áhörundur. Þetta ekki samlega með því. Ég held að þetta sé mest dominant íþróttalið í sinni íþrótt á Íslandi. Klárlega og líka bara með tríósinn. Já, ég meina bara eins og hérna aðra íþróttir öðrum deildum. Víkingur hefur Breiðablik á móti sér í fótboltanum. Stjarnan hefur Tindastól á móti sér í körfuboltanum. Það er þetta körfuboltanum og jafn sko. Það er ekkert lið í neinni íþrótt svona dominant held ég sko. 115 stig eins og þið sjáið. Og þið sjáu það að DNS 13 og Jensína, þú veist, hvaða liðsmann eru þeir að fara að velja? Það verður gaman að sjá hvort að þið bara vil splitta. Splitta? Það getur verið. Bara í, þú veist, til þess að... Bara í vísmjöndi lið. Þeir eru búin að vera að vinna svo vel saman, skilurðu, taka þriði einstaklingi með inn og sigra tríós líka, þú veist, það væri. Já, klálega. En það er kannski verið það sama eins og hann hérna Stöffi var að segja okkur áðan og hann er að splitta af því að kannski hann vil taka þátt í FNCS með þessum hann er í dúi núna. Hann vil þá splitta til þess að taka ekki annan inn og halda þessu dynamic ekki, spurning hvort að þeir sem hugsa eins og vilja splitta og fara í önnu lið eða verður bara hversu gali væri að sjá DNS, Ensín og Ægir Kristó saman lið. Það verður rosalegt lið. Það held ég að við getum bara slúta þessu strax. Bara þú veist, og þið hafið ennþá tækifæri, kæra áhörundur, til þess að skrá ykkur í tríós í Elko-deildinni. Ef þið viljið hlusta með tuðum ykkur og skemmtið ykkur við það að breytum nafn bara viku eftir viku þannig að við vitum ekki bara þú veist hvað þið heitið á endanum sko. Já, takk. Þannig að það er skemmtilegt. Hérna... Þetta er mikilvæg ánægju. Endilega. Já, við ætlum að fá dagskrána upp á sviðið og þá sjáum við það í dag er náttúrulega 3. febrúar, við erum að ljúka hérna duo builds og svo erum að færa okkur hérna yfir í trio builds bara eftir viku. Það eru 4 vikur. Svo eru 2 vikur í squads og lokakvöldi svo eins og segið 29. mars. Það er allt saman klukkan 7. Nefnum lokakvöldið opnar klukkan 4. Það verður partystemningin í húsinu í Arena. Þetta er sko allt saman í bóði Elko, Kia og Lúkalúk og þetta er að sjálfsögðu Elko-deildin í Fortnite. Má nú ekki gleyma þegar við minnumst á þetta. Það er bónus líka. Já. Veit að þið báðu ekki það, við verðum að tala mikið það. Já, það kemur alltaf upp á skjáin sko, þegar það eru 10, 20, 30 eftir sko, kemur bónusgrísin sko. Þannig að... Er þeir eitthvað vandbúnaði? Sko, ég hef engu að bæta við þetta. Ég langar bara að segja að fyrsta sæti, DNS og hérna Jensína, er að fara að taka heim 65.000 krónur. Heldur betur. Annað sætið er að fara að taka heim 25.000 krónur. Þriðja sætið 15.000. Og svo sjálfsögur eru bara svipuð velun hérna í tríósu sjálfsögur og hérna sjáum við topp 10. Já. Já. Það er engin Gunsi B. Engin Gunsi B. Það er eins og Gumsi. Já. Og það er Fítsjó 10. sæti. Já. Það eru Fjölnisbræðinir, Bjarki Panda og mástu kaupa með honum? Það var ekki Aron, nei það var hitt Fjölnislið. Já. Manstu það? Hvort það hefur verið hann að tóka? Já. Nei, hann var með örgulega með Aroni. Sko við sjáum það að Kristómi Setu og Dr. Hákon í 5. sæti, Liljar í 4. sæti, Viss 25 og Batman í 7. sæti, þarna. Steini 23. Takk fyrir. 7. sæti náttúrulega Six og Markus Drafþig. Þetta fikk því sem ég verður að tegja þetta upp hérna. Elko-deild Emil og Gaga Gugu 8. sæti, Bjarki 9. Gumsi og Fítsjó í 10. Þannig að, já, ég bara... Það sem komið hverjum mest óvart í þessu öllu saman er Liljar og Gnarr. Já, þeir eru að rífa sig þarna upp í topp 5. Þeir voru hvori eitthvað ofalega í Solos. Nei. Vinna gerðilega mjög vel saman. Ég veit að Gnarr skipti aðeldafélag. Nú? Hann var náttúrulega Rafík. Ok, og færði sig yfir í... Ég veit ekki hvort að HBA sé Rafíkafélag. Nei. Hvort hann sé ennþá í Rafík og ekki að reppa það sko. Einmitt. Það getur verið. Það var bara spurningum að
Við köllum þetta bara gott. Já, setjum punktin yfir íð. Já. Mér langar til að þakka ykkur fyrir áhorfið og ég sjálfsögðu Stefán Atli og Aron Fannar. Við erum bara að þakka kærlega fyrir okkur. Við sjáumst í Tríós eftir viku. Thank you.